Góða kvöldi og velkomin í streymi kvöldsins. Það er seinasta úrslita streymið í almenna bikarnum í Valorant. Og já, það er búið að vera smá vegferð, 40 dagar síðan mótið byrjaði. Reyndar ekki alveg allir leikir búnir, en hvað með það? Flestir búnir, það er svona að takast koma mynd á allar deildirnar og já, þetta lænaðist bara mjög skemmtilega upp. Með mér í kvöld, þess að ég útskýraði þetta smá, og með mér í kvöld eru aftur Agnar og Birnir, meðlimir drottninga í efri deild. Sælir veriði, takk fyrir að koma í kvöld. Sælir. Góða kvöldi. Jæja, herru, þetta er búin að vera smá ferð. Ég er að pæla hvort að við stökkum aðeins yfir í stígin eins og þau voru í seinustu útsendingu og ræðum aðeins liðin og svona tölum aðeins þessar spár sem við vorum með fyrir móti. Hvernig líst ykkur á það? Líst frábærlega. Þannig að svona var staðan í lok seinasta streymis og þá sáum við að Ótti voru svona komnir á ansi gott ról þarna í efri deild, 66 leikjum en aftur á móti var þessi option sko að þeir gætu tapa seinasta leiknum sínum sem var gegn ykkur, eða tæknilega þessi er gegn ykkur í kvöld og þá væri í rauninni allt ennþá mögulegt. Ég meina, þú veist, Kutar hefðu getað rifið sig upp í 6 stig líka, þið svo sem líka og Vidkar. Þannig að hvernig voru þið svona að sjá fyrir ykkur að þetta myndi þróast svona eftir að þegar við skildum seinast með þetta skorport? Já, ég held að við myndum bara vinna allt og myndum bara taka þetta og við sjáum bara hvað gerist. Já, og kannski að vonast þetta aðeins meira innsæði heldur en þetta. Þið voru náttúrulega það vildi ekki spoila, já, svo sem, rétt. Ég skal bara koma með mitt innsæði sem fullkomlega hlutleysaðali og þið bara bánsið af mér. Það er sem sagt, þið voru nú þegar búin að tapa þarna fyrir sem sagt Kutum, þegar þessi stigatafla kom út, þá voru þið búin að vinna leynd og tapa fyrir Kutum. Kutar höfðu tapað fyrir Ótta og Vidkar höfðu líka tapað fyrir Ótta og þannig að í rauninni sko já, ef maður horfir á þetta sem svona ég ætla nú kannski ekki að kalla rock paper scissors dæmi, en þú veist, en ish rock paper scissors dæmi, þá eru Ótti betri en Kutar og Kutar betri en þið. Og síðan átti eftir að spila við Vidka og Ótti eru betri en Vidkar en Ótti eru líka betri en Kutar og Kutar eru betri en þið, skilur, þú veist, þetta er auðvitað ekki í alvörunni svo einfalt, en þannig leit þetta út svona á blaði. Já, það getur allt gerst í þessu og Ótti er náttúrulega gríðarlega sterkt lið og þeir kannski, ég kannski spáði þeim sigri fyrir þetta mót bara á blaði sko, en það eru liðarna sem að koma óvart og það getur allt gerst í þessu. Þetta er skemmtilegt. Já, Ótti náttúrulega unnu leikina við Vidka, við sáum nú annan þeirra, eins og einhverjir eflaust muna, þá var samt eyðilegist myndataka af einu leik. Vidkar tóku mjög close leik við Ótta í þeim sem myndatakan glataðist. Það var ekki alveg up close næsti leikur. En þú veist, en þannig að Vidkar hefðu nú alveg, þú veist, litur nú líka alveg út fyrir að sterkt lið á blaði með literally eina pro Valorant spilara Íslands, Högstar og Cake, að þekkja hann eflaust margir, búin að króna á toppi sem sagt einhverja leaderboards, eða kannski ekki alveg á toppi, en þú veist, búin að vera Radiant ansi oft. Já, hann er mjög góður, mjög sterkuleikmaður og þetta Ótta lið er gott sko og Vidkar líka, þannig að
það verður spennandi að sjá hvað gerist í framtíðinni, hvort þessi lið bæti sig eða hvort þau detti aftur úr á móti liðum eins og okkur og kutum. Það er náttúrulega einhver, þú veist, spurning hversu lengi Ótti eftir að haldast inni, þú veist, þeir eru náttúrulega langflestir, eiginlega bara allir CS-spilarar, sko, maður myndi halda þeirra allegiance liggi í þeim leik, sko. Já, ég vil sjá þá leggja svolítið áherslu á Valorant og sjá hvað þeir geta gert þar því að þetta eru virkilega góðir FPS-leikmenn og það verður bara virkilega gaman að fá þá bara all-in í Valorant, sko. Það var náttúrulega margir sem gerðu það þegar Valorant var nýbyrjaðir og svona þeir sem að sáu sér ekki, eða þú veist, ég veit ekki, þannig er orðrómurinn, það voru eflaust einhverju CS-spilarar sem að hreinlega leist betur á Valorant, en orðrómurinn var að það voru margir CS-spilarar sem sáu hreinlega ekki meiri framtíð í CS innan geðslappa og voru of lélegir og þeir færðu sér bara yfir í Valorant til þess að vera besti þar, sko. Já, og maður sér þetta líka í erlendis að það voru sterkir CS-spilarar sem kannski hefði ekki náð þeim árangri sem var ætlast til að þeim, skiptu yfir í Valorant og eru bara leikmenn eins og Wardell og Tens sem eru bara bestir í heimi, eða með bestir í heimi og Tens held ég bestur í heimi og þeir fengur svona annað tækifæri í Valorant sem eru klálega búin að nýta. Agnar, þú með eitthvað input inn í þetta allt saman? Ég er bara alveg sammála það sem þeir eru búin að segja, sko. Með CSGO og svona, meira í Norður-Ameríku, tegur maður eftir því að þeir eru að breyta leiki. Af því að það er svona senan í CSGO, það er pínu dauð, myndi ég segja, í CS, sko. En í Evrópu það er allt í gangi í CS ennþá. Það er spurning hvort að CS þróist í sömu átt og League of Legends í Norður-Ameríku. Maður nú heyrt orðróma það að League of Legends Norður-Ameríka sé svæði sem þeir fara á til þess að fara á eftirlaun, sko. Það er lélegur árangur en mjög hátt kaup. Ég ætla nú ekki að vera með einu fulleringar en það verður nú svolítið fyndið að myndi þróast í þátt. En hvað það? Já, þannig að þú ert þess að bara búin að vera, þú ert í rauninni, þetta er minna þú að leyfa okkur eitthvað að riffa, svona, þú ert bara búin að vera svo samanlega, þú ert bara búin að kinka kollið annað til liðar. Já, eiginlega, sko. Ég skilði. En já, þannig að Ótti, mestmegnis CS-lið og svo Kutar, mér skilst nú að þeir séu mikið CS-gæjar líka, ég er nú ekki alveg jafn viss það, en mér skilst það. Þetta séu eiginlega bara allt CS-gæjar, Dökkar og Psycho og félagar. Já, ég held það. Og þessi efri-deild er búin að vera virkilega skemmtilega en mér langar svolítið að tala um millideildina því að þar er ýmislegt að gerast, sko. Það er það sem að hlutirnir er að gerast, sko. Ok, tölum aðeins um millideildina út frá scoreboardinu frá seinustu útsendingu og síðan ætla ég að dúndra í ykkur nýja scoreboardinu sem eru uppfært fyrir einmitt núna, áður en leikirnir sem eru að eiga sér stað í kvöld eiga sér stað. Þannig að eins og við skildum seinast, þá voru Fenrir og Eðstafir jafnir með 5 stig í 6 leikjum. Þannig að potentially bara 9 stig af 10 sem að þeir gátu krækt sér í á þessum tímapunkti. Og síðan eru svona vættur og skaði svolítið out of the game ef maður pælir í því og laxar í rauninni líka verri stöðuheldur en vættir en snerpa svona smá wildcard áttu ennþá alveg 6 leiki eftir og í rauninni 9 stig á borði fyrir þá líka, sko. Hvernig, þú veist, hvað voru þið að búast við að sjá hérna upp úr þessu? Af því það sem ég hef búin að sjá á millilinu þá lítið þetta bara út eins og Fenrir voru bara að taka þetta alla leiðina, sko. Það sem byrjaði þannig bara. En Eðstafur kom pínu óvart og svo líka snerpa bara með færri leiki þannig að ef þeir bara taka season 2 þá þeir búin að jafna líka, þá það 3-way tie eða 3-way jafntefli fyrir ekki á toppnum. Já, það getur allt gerst í þessari millideild. Fenrir eru náttúrulega búin að vera, þeir bara rumpuðu gegnum sína leiki og bara leit út á tímabili eins og þeir væru bara langsterkast að liða þarna en eins og Agnar sagði það Eðstafur, þeir komu sterkir inn og
unnu góða leiki og þetta er bara galopið. Já, en það er vert að taka fram að á þessum hana tímapunkti þá voru Eistafir, Snerpa og Fenrir ekki búin að mætast, þú veist, þannig að það var í rauninni hátt eftir að útkljá, þú veist, þeirra á milli, skilur. Já, þannig að það var í rauninni engin leið fyrir öll 3 til að enda með 9 stig, sko. En en ég meina það er alls konar sem geti gerst þarna í miðjunni, sko, þú veist, einhvers konar 7 stig á öll liðin hefði kannski gerst með nóg mikið svona, með réttri uppröðun af jafnteflum og svona. Þannig að, jú, þetta er vissulega bara, í rauninni allt hægt á þessum handatímabúti. Og viljum við spjalla eins meir það eða viljið sjá nýja skorborði? Kíkjum á það. Herru, ok, þetta er reyndar alveg smá sjokker skorborð, þannig að verið alveg tilbúinir. Búm! Já. Okay. Þetta er nefnilega rosalegt. Vá. Ég er hissa með millideildina þarna, sko. Snerpa með 7 stig eftir 8 leiki. Já, Fenrir bara droppu restina af leikjunum sínum, enduðu bara í 5-10, búinu með sína leiki. Laxar sem voru 1-6 tóku sínustu 2 leikjuna sína, algjörlega snéru deildinni, þú veist, hvernig þeim hefur gengið í deildinni við, konur upp í 5-10. Skaði og vættir hafa fengið undanþágu til þess að spila seinna í vikunni. Það verður uppfært á Discordunum bara hvað kemur út af því, en við vitum að þeir geta ekki unnið deildina upp á þessu. Og í rauninni þetta er bara baráttan þú veist, hvort er allir að vera sameiginlegu seinasta sæti eða hvort er allir að vera næst seinasta, sko. Já, spila bara stoltið, það þarf að gera það, sko. Þetta er svakalegt, það er unexpected. Já, þetta er nefnilega rosalega unexpected. En það sem þetta þýðir er að þetta hefur þróast út í það að Snerpa og Eistafur eru í rauninni að keppa úrslitin, út af því að ef að Eistafur vinnur báðaleiki þá eru þeir konum með 7 stig í 10 leikjum og Snerpa með 7 stig í 10 leikjum, en Eistafur vann innbyrðis viðregnuna og eru þar alveg sigurvegarar. En Snerpa þarf bara að vinna 1 leik á 2 til þess að vinna deildina. Þetta verður svakalega spennandi. Já, og þess vegna er svo skemmtilegt að tilkynna það að leikurinn við erum í beinni í kvöld. Leikurinn mun fara á stað núna, það er gert ráð fyrir að byrja klukkan 9. Vonum bara að það haldi svona nokkurn veginn. Og við ætlum bara svona rétt að spjalla þetta þangað til. Þú veist, já, en síðan náttúrulega ef að Snerpa tekur bara báðaleikina þá er Eistafur bara með 5 stig í 10 leikjum, bara deilir í rauninni öðru sæti með 2 öðrum liðum, sko. Það er svolítið fyndi hvernig þetta getur farið á alla vegu, sko. Já, ég býstu að við erum að fara að sjá flugeldasýningu í kvöld, sko. Eistafur þarf að spila virkilega vel til að taka Snerpu, sko, því að þeir eru greinilega virkilega sterkt lið, sko. Já, það sem við höfum séð, við höfum náttúrulega ekki séð mikið af Snerpu, jafnvel ekki neitt. Ekki neitt, sko. Nei, ekki neitt. En það hefur að minnstakosti einn meðlimur þeirra verið eitthvað að stríma á bara sínu persónulega streymi eins og margir leikmenn í mörgum liðum og sem sagt og miðað við það sem maður hefur séð þar þá hefur maður séð að þeir eru með allavega einn mjög sterkan jet player sem spilar undir nickinu Georg og það er kannski ekkit eitthvað verst að taka fram þannig séð nefnum bara út af því að maður hefur svolítið verið að sjá það sama hjá Eistaf. Já, þeir eru með Jökul þarna á jet sem er náttúrulega stórhættulegur leikmaður. Já, Jöklin er nefnilega, þetta eru bæði svona lið sem að þú veist, ég ætla nú kannski ekki að fullir að þau spili í kringum þessa leikmenn en þú veist, en það
en gott gengi hjá þeim ræðstundum af því hversu vel þessum leikmanni gengur sko. Þetta eru svona ofurstjörnur, þú veist, þetta er svona TSM-feelingur eins og ég myndi kalla það, þú veist, Wardell er bara jet ofurstjörnan og ef hann stendur sér vel, þá gengur liðinu vel sko. Einmitt. Og ég vil líka fá þar fréttir að Snitsel er ekki með Eiðstaf í kvöld, heldur er það Astanos sem að mun spila með þeim. Þannig að þetta er spurning hvort að þetta sé ekki core line-up einu sinni hjá Eiðstaf í kvöld. Það getur verið stór loss, sérstaklega eftir það sem við sáum síðast þegar við vorum að kasta með Snitsel. Hann var alltaf eins og alvöru leikmaður sem það var. Hann var að spila Sova og hann var að fá mikið info fyrir þá og það er spurning hvað Astanos velur, hvort að hann sé líka Sova-spilari, ég þekki það ekki alveg en við verðum bara að sjá hvort að hann standi sig. Já, þetta verður allavega, ég held að þetta fullir að þetta verði gífurlega spennandi leikur. Við langar að sjá hvort að hann Jökull fer í vappan á attack eins og hann er búinn að vera að gera í fyrrverandi leikjum sko. Það var ástæða. Já. Ég er líka virkilega spenntur að sjá Snerpu spila sko. Ég er ekki búinn að sjá mikið af þeim. En það verður gaman að fylgjast með þeim. Spurning hvort þetta sé efri deildarliðan næsta tímabili, það er bara spurning sko. Ég sé alveg smá potential í Snerpu og Eiðstaf sko sem efri deildarlið. Kannski allt í lagi að svona eiginlega tilkynna svona tilkynning og ekki tilkynning, það er ekki búið að ákveða neitt en við skulum bara segja þessi mikill spenningur fyrir því að fá efstu 4 liðin úr millideild og 4 liðin úr efri deild í útsláttamót þegar þessi móti lýkur. Þannig að það væri mjög skemmtilegt. Talandi efri deild, ef við að kíkja í hana þá er sem sagt eins og eflaust flesti sjá, Vidgar hreinlega felldir úr deildinni og og í staðinn fyrir að gefa öllum öðrum liðum 2 sigra þá var bara allt -2 í rauninni þannig að heildarleikir í efri deild verða 6 á lið og hugsanlega stig 6. Vidgar í rauninni voru bara búin að keppa þessa 2 leiki gegn 8 sem við töpu og það var sem sagt eitthvað vesen með að skipuleggja leiki í kjölfarið og í kjölfarið því bara duttu þeir úr keppni. En það þýðir að þetta er í rauninni sko leikurinn í kvöld þið gegn 8. Það er bara ef að þið vinni hann 2-0 þá er bara 3-way tie eins og við tölum í efri deild. Það er æsi spennandi. Já, ég verð að segja það. Það sem er að horfa, við vitum náttúrulega hvað gerðist því að leikurinn er búinn að vera spilaður en það er náttúrulega live leikur á eftir sem er náttúrulega frábært að fá að kasta live leik sem er bara að gerast í rauntíma. En mér langar að spyrja þig Berki, neðri deildin, hvað er að gerast þar? Herðu, neðri deildin, það er kannski ágætt að einmitt svona ávarpa fílinn í herbygginu, að þú veist svona dress the elephant in the room og það er atgerar. Já. Þetta lið, þegar þeir skráðu sig þá var held ég hæst rangt meðlimur þeirra silfur 1 eða eitthvað svoleiðis. Þeir voru bara allir brons og silfur. Þannig að ég setti það í neðri deild og það kemur sérna í ljós að þetta er bara hérna beit lítil vitneskja mín á almenna bikarnum í Overwatch mér að sinn en atgerar eru í efri deild í Overwatch og bara lentu víst í öðru sæti 1 season og í 4. sæti seinasta season eða eitthvað svoleiðis þannig að þetta er bara drullu góðir gæjar sko. Þannig að atgerar er Overwatch lið. Já, atgerar eru og jötnar eru það í rauninni líka. Þeir heita silfur í almenna bikarnum í Overwatch. Þannig að þetta eru í rauninni lið sem hefðu kannski átt betur heima í millideild. Ég skal bara viðurkenna það. Þetta er þarna í rauninni er spurning hvort að
seeding á mótinu hefði átt að notast við örlítið meira heldur en bara in-game rank. Þannig að atgerar eru sko, þeir eru búin að standa sig ágætlega í þessari deild og þú veist, þeir unnu nokkuð sannfærandi sinn leik. Mér skilst að Jötnar hafi bara farið svona, já, kannski ekki 100% sannfærandi en svona, já, alveg allt í lagi í gegnum sinn leik líka, eða þess að sína viðureign. Og sjáum að Krónur hefur þá tapað þarna 2 svar og Kraðak sem að spilu með hlaupsliða úr atgerum unnu þarna eina viðureign af 2. Þetta er eins og millideildin verður bara pínu stakk. Já, ég hugsa í framhaldinu þessu að verði bara 2 deildir sko. Þú veist, það er ekki bákveðið neitt en það er svona, ég farin að hugsa að myndi kannski bara einfalda málina eins. Það var ekki nóg mikil aðsókn í neðri deild svona þegar maður pælir í því sko. Þú veist, hún átti að vera opin fyrir Irons til brons og það var engin Irons sem skráði sig, þannig að henni var breytt í brons til silfur. Ég meina, það var nú flestir hérna kannski spila líka í silfurleik og vita að það getur verið voða happa-glappa hvernig fólk actually þótt að sé silfur sko. Já, ef ekki bara að nýta tækifærið og hvetja alla Irons til þess að skrá sig, því að það væri geggjað að hafa sterka neðri deild líka. Ég held að það væri bara rosalega skemmtilegt fyrir alla sko. Já, en talandi það, þá er komið lobby fyrir miðdeildarleikinn okkar og þannig að við getum skipt yfir í hann bráðlega. Það verður spennandi að sjá line-upin, hvað menn að velja og hvaða mapp er fyrsta mappi, því að þetta fyrsta mapp skiptir náttúrulega öllu máli upp á hvort að Eistafur eigi möguleiki að taka millideildina. Það er stórt mental svona decider hvort að maður getur höndlað að vera tekið niður í fyrsta mappi og komið tilbaka í setna mappinu. Ég vil sjá Eista vinna fyrsta mappið og fá æsi spennandi annað mapp. Það væri náttúrulega best. Já, það væri frábært. Mér langar að sjá Snerpu spila líka. Ég er ekki búinn að sjá neitt af þeim, held ég. En ef við kannski að fara yfir smá predictions, Bjarki, hver heldur að sé að fara að taka þetta? Þegar stórt spurt sko. Þú veist, sorry, ég ætla bara að vera brutally honest og liðin verða bara, þeim verða að vera illa við þetta ef að merða. Ég ætla bara að segja að liðið sem Jettin sem poppar off tekur þetta. Okay. Bara, ég segi það bara. Það er bara, þú veist, annarkvort Jöklin eða Georg að fara að make and break þennan leik. Ok. Agnar, hvað heldur þú að gerist? Ég ætla bara að segja sannleikann sko. Af það sem ég er búinn að heyra af öðrum liðum í deildinni, ég ekki að segja hverjir, en ég er búinn að heyra hluti hvernig liðin spila svona. Og líka með Snitsel að vera out fyrir annan leik, þannig að Eistafur eru með stand-in leikmann, þannig að þetta er pínu svona stór loss fyrir þá. Þannig að ég held að Snerpa taki þetta bara dominant 2-0 sigur sko. Þótt að ég vil ekki að það gerist, ég vil að það verði pínu jafnt og spennandi bara fyrir svona skemmtunar value, en ég held að Snerpa taki þetta. Ok, ég ætla að segja Eistafur tekur fyrsta mappið og síðan fáum við nailbiter í öðrum leik. Það væri óskandi, það væri geggjað sko. En já, ef að það er bara eins og segir, hvaða Jet er on, hver er eiga góðan dag? Mjög satt. Hvort að vappin á attack er að virka fyrir hann eða hvort það er náðan counter þetta. Eða hvort hann bara gerir það yfir höfuð. En síðan er náttúrulega tækifæri núna fyrir aðra leikmenn að sýna hvað í þeir byr og kannski stela leiknum, kannski verður þetta ekki Jettif leikur, kannski verður þetta snýst lörkin meira eða postplants. Hvaða lið er skipulaðara? Já, það verst að ég tók ekki saman
Statta þessi lið. Ég ætla að henda nefnilega í smá statta áður en að við förum í leikin ykkar gegn Óttar sko. Já, hefði verið gaman að sjá einhverja tölfræði varðandi þessi lið en við þekkjum Eðstaf rosalega vel. Þeir eru með Jón Snjó og fleiri rosalega leikmenn sem að geta gert hvað sem þeir vilja og þetta verður bara gríðarlega spennandi. Herru, bönnin að byrja að koma inn og Snerpa byrjar að banna og þeir byrjaði að banna Ascent. Ok, Áhugavert. þeir hafa kannski séð Eðstaf spila Ascent og ákveðið að banna það. Já, við höfum séð Eðstaf við Ascent og þeir eru bara hörkufínir. Ég hef það reyndar á authority sem meðlum við mótstjórnar að Eðstafir töpuðu leiknum sínum gegn Löxum í Ascent. Ok, Það var samt hörkufætt, ég skal segja ykkur það. Sko Snitsel náttúrulega sóa megin og Ascent svona þekkt sem besta sóa mappið sko. Þannig einmitt. að ég veit ekki hvort að þeir að banna Ascent hafi eitthvað að hafa að gera með Snitsel en náttúrulega Snitsel ekki. Já, fyrir það þennan geti leik. haft áhrif á valið sko. Nákvæmlega, Já. þannig að þetta getur verið gott fyrir Eðstof secretly. Já, herru, ég er að vera of hægur að segja reporta bönnin hérna. Eðstafir banna Icebox og Snerpa bannar Breeze. Ég held að Breeze er svona nokkuð standardbann fyrir Já. mörg lið, en tölum aðeins Icebox. Snerpa spilaði Icebox gegn Vættum í gær og það var streymi af þeim leik þar sem að Snerpa hreinlega bara fóru mjög illa með Vætti í Icebox, en síðan í kjölfarið þá fóru unnu Vættir þá næstum því í Haven og Snerpa bannaði Breeze frekar heldur en Haven, hleyptu Haven í gegn. Áhugavert. Já, það er. Ég held að bara þetta er svona pínu standardbann með Breeze og Icebox. Mjög margir sem að fíla hvorum upp. Bara svona. Herru, hérna kemur seinasta bannið. Eðstafir banna Split. Ég ætla bara að spyrja, er búið að spila Split í þessu móti? Ég held ekki. Ég held að það sé ekkert lið líka, sko. sem er búið að spila Split í öllu mótinu. Já, þetta er svona. Þetta er bara umrætt mapp. Ef ég segi sannleika. Ég er ósammála því, mér finnst að vera skemmtilegt mapp, býður upp á margar áhugaverðar strategíur og mér finnst að íslenska Valorant-senan ætti að endurhugsa allt varðandi þetta mapp. Já, ég er algjörlega ósammála. Ég væri allavega það væri rosalega gaman í næsta móti að fá nokkra splittleiki. Ég væri mjög til í það. Já, það væri mjög skemmtilegt. Herru, þá velja Snerpa Haven, þá fer þetta svona bara að kikka af stað, þannig ég er að hugsa að skipta yfir í lobby, það er nú ekkit rosalega professional, þannig séð, en ég meina, when in Rome, sko. Einmitt, when in Rome. Heldur sem ekki nota þetta rétt, en þarna er þetta komið. Þeir eru bara með. Nei, fyrir ekki. Ég held að það væri coach. En þetta er bara 50 maðurinn í skæði. Og Ég hef heyrt góða hluti með hann Georg. Þótt ég hef ekki síðan spila. Ég hef heyrt að hann sé mjög solid. já, Og Chotis er líka. Ég hef spilað með honum. Það minnst hann mjög. Herru, ég reyndar gerði ein mistök hérna, þannig að áhörendur verða bara að afsaka það sem er að fara að eiga sér stað. Það setja delay. Svona, þurfti bara aðeins að breyta hérna. Ég var bara að pæla, er delay á streaminu?
Tæknilega séð er bara svona imposed 5 sekúndna delay, skilst mér. Ok. En sem sagt fyrir þá sem eru að horfa heima, þið náttúrulega eruð að horfa bara með mér, þannig að þið ættu að sjá þetta live. Herðu, já, Valur, við spiluðum með honum hann eitt um daginn. Það er sterkur leikmaður líka. Og við sjáum ekki þetta snerpulið mikið, en þetta séð sannleikan. Við erum hérna með Jöklin á Jett og Astanos er að fara að spila Sova síns mér, sem er mjög jákvætt. Hann fyllir þetta hlutverk sem að Snitzel er vanalega. Info gathering, initiating. Jón Snjór á Sage, það er náttúrulega, það vissi allir að það væri að fara að gerast. Og Georg náttúrulega á Jettinum, þannig að þeir spila Killjoy í stæðin fyrir Cypher. Select your agent. Já, það er sem sagt, við viljum halda hérna viewer experience í hámarki, þannig að það er eiginlega ekki delay á streaminu, en að sjálfsögðu vita leikmenn að það er refsivert að fylgjast með streaminu, þannig að það er líka bara ekkert gaman að svindla. Eyðilegur experience fyrir alla. Ég held að það sé 2 ár í fangelsi fyrir að streamsnappa, þannig að og já, við sjáum að Chotis er á Phoenix. Ég fíla þetta pick og Mjög sterkur snappi. ekkert sem að kemur kannski mikið á óvart varðandi þessi picks. Þetta er svona frekar hefðbundi. Ég fíla samt þetta pick hjá Snerpu aðeins meira, ef ég ætla að segja sannleikan. Já, Þetta er meira meta finnst mér að hafa Killjoy yfir Phoenix. En hver veit, kannski er þetta bara, það er bara mitt álit. Killjoy-ultið er náttúrulega rosalega sterkt í Ég heiminn. er góður fyrir flanks. En ég verði eiginlega að segja að ég fíla Cypher meira á þessu mappi því að mér finnst eins og hann Sammála, stærra mapp. stærra mapp og últið hans, mér finnst það að gefa meira heldur en Killjoy-ultið oftast. Þú átt ennþá eftir að taka sætið þóttu últar með Killjoy en ef þú ert með allt infóðu sem fylgir Cypher últinu þá auðveldara fyrir það að taka sæt að mínum mati. En hérna byrjar leikurinn og Beint ég í sýnist á beint. Jónsson. Þeir keyra á Jón Snjó, þeir halda að það sé veiki punkturinn. Það er spurning hvort það sé rétt. Jökull pushar bara aðeins eins og það var mjög vel Og gert. Mikið timing info. þarna, hann er að fara í býtunum við. Hvað Heyrðu, gerir hann Georg? Er Jettið fyrir að fara að byrja strax? Nei. Hann er mjög aware, hann Georg. Já, það er svona, finn eitthvað á sér að kannski einhver sé búinn að pússa. Hann er náttúrulega leiðsfélagi. Ég ætla ekki að segja það, afþvíku. Þetta er bara leiknarvarpið. Og Frenzy long range horfið niður séð á Stanos. Mjög hægt hjá þeim, en þetta lítur út eins og B-hit. Þeir eru Og- með rétt í B-flash. Þetta er mjög Gott vel flash hjá Ívani gert, Mjög vel gert. og þeir vilja að taka B-ið. Jökull Og Jökull byrjar þetta. Spike planted. Ívan með gott kill þarna. Og Georg pússar út úr smókinum og Georg með nær tveimur. Hvað er með þeim? Það er eitthvað í gangi hérna. Last player standing. Georg nær 3. Svakalega vel gert hjá Georg hana á 3. Georg og félagar taka þetta. Mjög vel gert hjá þeim, pistol round. Hægt og mjög vel hugsað. B-take í pistol. Hvað finnst þér um það? Mér finnst það áhugaverð, sérstaklega veitandi að þetta er vanalega Sage wallað bara instantly, nánast. Þannig að á pistols er erfitt að brjóta henni vegg, væntanlega. Þeir viljast alltaf að keyra svolítið á Jón Snjó. Já, það er... Þeir brjóta vegginn aftur strax og Jón Snjó þarf að bakka. Og þeir Þeir fara bara sinn. beint inn. Jájá, þeir eru ein veggur og Georg keyrir bara inn. Drepa Jón Snjó. Þetta er erfitt fyrir þá með pistols. Á móti sem er sterkum Spurning hvort þeir hefði átt að runna eitthvað skonar Last player standing. íkoplan. Herri, Jökull bara tekinn í gennum smók þarna. Phantom á second round er áhugavert. Það er confidence í mönnum. Það er á hreinu. Og Georg bara dashir hann. Og Þeir taka eftir einhverju B-weakness.
hjá Og þeim, sko. snerpa virðist ætla að byrja þetta bara nokkuð sterkt. Ekkert hik hjá þeim. Þetta er bara fullt bónus. Mér líst vel á þetta hjá Snerpu, hingað til. Já. Og þetta er eitt mikilvægasta rándið í leiknum. Því að Revealing area. ef að snerpa vinna þetta þá er þeir komnir í virkilega góða stuðu. En hvað segir þú, Agnar? Er þetta attack sided eða defense sided? Mér finnst sko að ef þú spilar þetta rétt þá er þetta pínu attack sided. Er að Valur keyrir upp og drepur Jón Snjó. Þeir eru að taka séð þarna. Stanos nær einum, nær Georgi og Ívan. Já, þetta er 4v2 hérna. Tveir eru reynda low hjá snerpu. Valur og Bónus hingað til, þeir náðu bombunni niður fyrir pening. Jökull með rosalegt skot. 3 fyrir báður að sæt. Ok, þetta er... Það reytur ekki það vel út fyrir þá. Þetta er winnable. Fyrir þess af. Mjög sterk One enemy bónus remaining. Og Jökull er með rosaleg skotina. Smókar að bombuna? Nei. Eru þeir búið sig hann með Cubby? Þeir halda hans í Cubby. Hann er samt með shock darts og lítið tími eftir. Þegar hann klúðrar fyrsta. One enemy remaining. Ó, hann nær báðum! En þeir náðu diffusinu. Og þeir náðu diffusinu! Þetta er Oh my risastórt. En samt, ef við séum sannleikann, þetta var mjög sterkt bónusir hann hjá Snerpu. Já, Drápu alla og náðu bombunni niður. Það er bara... Þeir bara Það- fara í equal-round, sýnist mér. já, spurning hvað er stöðu gerir, hvort er ákveð að kaupa eitthvað smá. Þeir eiga náttúrulega efni fyrir einhverju half-buy sko, en þeir geta aldrei farið í rifla sko. Ég væri til í að sjá Jöklin bara taka eitthvað rosalegt nývaplayina. Já, ég er samanlega full shield og nývar kannski. Já, en hann fer í Marshallinn. Þeir bara taka alltaf mid-control. Ég fíla þetta hjá Snerpu, þetta attack. Eðstöður þurfa að taka smá áhættu að það borgar sig ekki í þetta skipti og Georg bara dassar inn en Jón Snjór er Spike með planted. ghostinn. Og hann lögnaði treytinu. Last player standing. Það verðist eins og, já, Þetta er bara mjög sterkt hjá Snerpu. Það er eins og það hafi gert sitt research á móti eðstaf. Þeir vita kannski eitthvað að B-ið er lélegt hjá þeim. Er það að sjá þetta economy á Karlmanni? Þetta Já, svakalegt, hann fór ekki inn í full shield í síðasta rann. hann er ekki með full shield núna meira að segja. Hann er bara, já, Max money og samt var hann ekki full shield. Það er alpha move. það sýnir ákveðið confidence að kaupa ekki þegar þú tapar enga á því, en núna virðist við sjá einhvers konar aðteik hjá snerpu. Þetta er svona mjög slow hjá þeim. Og þeir eru bara með 1 A. Þeir eru mjög hrættir við B. Spurning hvort að Ívan, já, Jökull þarna með Jettifið, þannig að hann opnar þetta, en þeir vita að það eru nokkrir hérna og Ívan er kominn til að rotata. Spike down A. Já, það var ekki Jettifið, ég verið að rugglast, en Jökull að tveimur. Hann er finnur tilbaka. Og þeir bakka. En sér, Og þeir eru bara við- búin að yfirgefa sé. Og við sjáum að Eðstafur er ekki búinn að pússa neina stöður, þannig að þeir Þeir vita vita ekki ekki hvað er í neitt. Garage galopið. Sjóti Spíkar sér einn á hverju Þetta er bakka. mikið info. Og hann er orðið niður long líka. Þetta er mjög mikið info fyrir Eðstaf. Þeir vitur um Lads B. Gott Þetta shot. sjoktart er rosalegt. Þeir búið sig hann að minni smóknum. Og hann er ekki einu sem er ofni. Þeir heyri í orma mitt og Last player standing. Georgi bara er svakalegt ránd hérna. já, Þú verður að rifa þær. Ívan með gott kill á Karlmann. Kannski að það er legit bjarga hann. Nei, big shield hann er. Það, já, kannski. Ég hef nú eiginlega bara viljað sjá Ívan spara hann sko. Já, það vantaði kannski aðeins upp á agan þarna en það getur verið að þessu kannski eitthvað aðeins ringlaðar eftir þessa byrjun hjá snerpu. Þeir eru náttúrulega búin að vera að keyra svolítið harkal á þá og ná þessum early picks en
Jökull var þarna með gott ránd og þetta leit vel út á tímabili en þið náðu ekki alveg að klára þetta og nú sjáum við á í Eðstaf fara í spar. Stakka hérna miðina. Jöklin ekki ennþá múin að nota ultið sitt, sko. Ég veit ekki eftir hver hann er að bíða. Hann þarf að taka ránd sem að þeir eru að spara. Þetta Gott sparkast blessað. B, þetta mjög vel lesið hjá þeim, en þeir náðu að stoppa þetta, gun. Og þeir fara bara B aftur. Spike planted. Hérna væri kannski að hafa Jett hnífana. Hann er bara kominn. Last Hvað er í player gangi? standing. Já, sæll. Og Astanos nær ekki Georg. Þetta Hittir er hann í bara haus. lukkin, þetta er bara lítur út fyrir að mjög vel spila hjá Snerpu hingað til. Eins og ég segi, þá vættir létu alveg bara, þeir fóru með Snerpu í double eða triple overtime í þessu borði bara í gær. Þannig að Snerpa eru vel heitir í mappinu og eru búinir kannski að adjusta það sem að fór. Það er líka eitt að segja að horfa á þannig. En sjáðu, Jöklin kom með vappan, sjáum hvað gerist núna. Og hann fyrir midd því að þeir eru búin að vera að fara svolítið midd. En núna virðist þeir ætla að fara A, þannig að þetta er kannski óefni og Jón Snjór er Sterkur A. vekkur. Þeir þurfa að brjóta allavega 3 bita af þessum að þeir komast inn. En þeir eru ennþá hrættir við B hjá Snerpu. Það vantar þetta info hjá þeim. Mjög mikið, þeir vita ekkert hvað er í gangi þeir ennþá komnir. Hann sjáum við killtjóltið. Mjög Og þá geta þeir tekið sætið bara alveg frýtt. Það er yngar áhyggjur. Eins og Georg haldi þetta sér ulti hjá hjá hinum. Spurning hvort hann spilina leik mikið eða ekki. En þetta er alltaf hann að virðist vera með aimið alveg upp á 10. Hérna kemur ulti, hérna. Hann sér einn. Þetta var ekki. Það var vel spilað. Hérna sjáum við Jótis últa líka, þannig að þeir eru að reyna. One Hann enemy býst það, hann remaining. láta ekki inn. Vel spilað. Þetta retake er bara virkilega vel gert og þeir heyri honum short held ég. One enemy remaining. Ó. Og Logi með 2 risastór kill og sjá hvað Jótis gerir, hann mollar shortið, diffusar Vel og spilað hjá Logi Loga. klatsar þetta. Vá. Já, virkilega vel gert hjá honum. En þetta var ágætis retake attempt hjá Eðstaf. Áhugavert að Jökull fer í últið vitandi að þeir fara í íkorun ef þeir tapa. Þetta var nú fínast últ hjá honum. Hann Hann hafði reyndar einum. Hann hafði tveimur. Það var 2 fyrir ekki. Hérna sjáum við Marshall með þetta er. Hann er með eitthvað line-ups. Scanning ahead. Og þetta lítur Já, út fyrir að vera þetta er C-take. Mjög gott það. Þeir eru svona með info á A í það sinn. Já, og þeir verðast alveg að spila retake á C, skynsalegt. Gott take hjá Snerpu og þeir eru út á blandið. En Jótis er tekið niður. Þeir vita af Jón. Og Ívar með jumping omen diff á val. Mjög góð vekkur hjá Jördól. Hann er bara komin í sætt, það er enginn að cover hann. Virkilega vel gert hjá Astanos. One Astanos eiga risastórt ránd. Og Logi einn eftir, getur hann klötsað aftur. After 1v3 clutch, sko. Aðri leikmenn hjá Eðstaf núna. Hann er með turret, hann er með ýmislegt. Þetta er ekki ómögulegt, þeir eru á pínu weak buy. Spurning hvort að Jökull ætla að píka þetta. Gott molli hjá hann. Hann vippar smá. Þetta molly var virkilega gott hjá. Þarna hefði nú einhver þurft að fara í backupi hjá Jökli finnst mér, sko. enemy remaining.
Það er engin tími fyrir planti. Nei. Ég Hann trúi næri þessu ekki. þessu. Vá. Logi er risastór leikmaður. Þetta er bara coming in clutch fyrir snerpu hérna. Og við sjáum að hann er 12-1 þegar Georg er 11-6. Hann er bara búinn að deyja í þessu rondi sem við töpuðu. Það er svakalega bara vel spilað. Og núna er kannski erfitt fyrir Eðstaf að vera með góða móral sko, því að þetta eru 2 round sem að þeir eiginlega þróa. En virkilega vel gert hjá Loga og nú sjáum við A-take frá Snerpu þar sem að þeir silent up long og þar bíða Jökull og Ívan. Jökull er low, hann dassar yfir, kemst út og þeir eru komin 3 hérna. You will not kill my ally. Góðu vekk fyrir Jón Snjó. Ívan með gott spray. Your duty is not over. Og Astanos komin í klötsið, nei, komin í flanki segi ég. Þetta er það sem við þurfum að gera, þeir þurfa að sækja þetta info aggressíft. Karlmaður les þetta frá Astanos. Les þetta og ekki les þetta, ég held að hann hefði séð öxlina á Astanos og Astanos hefði bara verið óheppinn 3 í röð að sjá ekki öxlina á honum sko. Já, akkurat. Við sjáum að Ívan er mjög low, engin sage til þess að heala hann og þeir taka séð og virðast alltaf einhver miskilningur með plantið. Hjá Ívan samt. 30 Yeah, seconds Eva- left. Niður long. Og Jordul ætlar að fara að klíra þetta. Vísta með honum, vísta. Last player standing. Já. Já. Mjög að vera spilari greinilega, Jordul. Og Georg með killið á Jökul. Og það er 8-1 Þetta er fyrir bara Snerpu. svakalegt. Akkurat eins og ég spáði. Það er eins og ég vissi. Til þess að kóta með sjálfan. Já, þú veist kannski eitthvað sem að við vitum ekki. Það er eins og þeirra snitselspilar. Þetta er nú þannig flegar, finnst mér. Já, það er kannski spurning hvort að það sé það sem er að valda þessu. En við sjáum hérna half-buy frá Eðstaf. Og þetta virðist vera A-take hjá Snerpu. Þeir silent up longið, þeir eru búin að vera að gera þetta svolítið mikið. Þeir komast close á sætið og taka síðan execute. Þeir eru komin virkilega nálægt án þess að Þetta er bara, Snerpa, Eðstafi viti. þetta er bara mjög lítið info. Já, þeir smóki ekki einu sinni neitt. Og þeir lappa bara út. Þeir lappa bara upp. Já, þetta er bara mjög skringilega spilað hjá Eðstaf, finnst mér. Já, Spike Ekki einu planted. sinni jiggle pick long eða neitt. Ekki neitt. spurning hvort þetta map sé hvort þeir hafi æft þetta map einhvern tímann. Og Valur fer bara í aggressive peak seinna. Já. En Jón Snjór, gott kill. Náður þessari byssu, það er spurning. Georg Star er Wars með virðist svakalega ætla- engulinn á hana kassan. Þannig að þetta er ómögulegt fyrir Jón, hann er 1 HP. Þetta er mjög erfitt, ég þurfa að fara að breyta einhverju til hérna, finnst mér. Mættu vera duglegir að labba niður séð, sjá hvað gerist þá. Já, Hafa voðalega litla að tapa í svona þessum eco rounds. Heyrðu, Jöklin komin aftur í vappa og sáðu þarna í lok roundsins, þá var Karlmaður bara einhvers staðar á miðjunni. Það er eins og hann hefði verið að spila line-up sko, hann þetta var bara game over sko. Já, þeir þetta er virðast mjög vera, erfitt fyrir Snerpus, nei fyrir Eðstafríkja. Snerpa virðist vera mjög sterkt lið. Og Logi er með ultið, spurning hvar er gott að setja það. Get out of my way. Við erum alltaf að reyna að setja það á mid, sýnist mér. Og það er drone battle hérna. Og þeir eru komnir til já. Það er bara þannig. Jón Snjór með gott trade, Sterkt killjoy allt, hins vegar. mjög sterkt. Spike planted. Og góð shot. En heyrðu, hann pushar þetta. Og hann er innum. Það Ætlarðu að bæði reyna spara þetta? vappan fyrir síðasta rándið við sem Here. Heyrðu, nei, hann er innum. Spurning hvort að þetta sé nót til þess að láta hann reyna. Stöðunar hjá Snerpu, þeir eru bara... Já, þeir eru með allt flankið sko. Býttu nú Úff. við.
Jón Snjó með rosalegt flikk, hann er búinn að vera í aimlabs og Jökull á dass. En tíminn er að renna út, þetta er orðið svolítið erfitt. Já, með að sófa hérna long, þetta er bara náttúrulega og Logi með mjög góða stað. En er eitthvað á bombunni? Jón Snjó klúðrar það þessu. er engin tími, hann fyrir bara að spara vappan. Þeir ná allavega 2 manna, eða 3. Það skiptir kannski búða litli, ég held að sé allir kappaðir. Reyndar. Last round before En the síðasta finish. rándi, það er spurning hvort þið náðu þessu rándi og kannski takið síðan pistólið og þá kannski geta að byrja að byggja eitthvað. Þetta er bara mjög vel spilað hjá Snerpu hingað til. Það er eins og þeir viti, það er eins og þeir hafa gert sitt research En á móti eins og. ef við skoðum minna stöðutöfluna þá er Logi með 14 kills og 2 deaths sem er sturlað skor. Hann soloði 2 rándana sko. Já, Það var svakalegt. hann er búinn að vera difference makerinn fyrir Snerpu. Og Jón Snjór hann með gott engul, nær val og miðjan virðist vera býtu nú við, Ívar með gott flank og núna eru þeir loksins byrjar að spila eins og þeir ættu að vera búin að spila alla leikinn. Taka á eftir. Nákvæmlega. Pusha eitthvað fyrir info. Við spila við Georg. Núna fara þeir bara að sínu sem held. Jökull með gott skot og kallmann en núna er Georg með línuna en þeir viffa báðir. Og þeir eru mættir aftur. Þetta kallar maður jettif. Hvað mikið er svona mikilvægt. Það er að rándi kannski ræðist núna fyrir næstast kill í Jökull með rosalegt skot á Loga og þetta er þriðji dauðinn hjá Loga. Overman timing. Og Georg skipti vappan út fyrir aftur í vappan. 20 HP með 3 eftir og vappi líka. I got the spike. Gott movement 30 alltaf. seconds left. Sjóttis klárar þetta. 10-2 fyrir Snerpu sem er virkilega gott skólan fyrir þá. Switching sides. Mjög vel spilið á þeim. Já, hérna ætla að taka aftur fram að Eiðstafur er að berjast fyrir lífi sinu eða þess að þetta er að berjast fyrir fyrsta sæti í þessum leik sko. Þú veist, ef þeir tapa þessum leik þá eru Snerpa búnir að vinna titil í miðdeild. Mjög satt. Emmett. Þannig að núna er það bara döðið að drepast fyrir Eistaf. Það er allt undir fyrir þá, sjáum hvað ég gera. Það getur allt gerst, það er aldrei búið fyrir Já, já, maður hefur nú alveg unnið 11-1, 10-2 leiki oft sko. Hann fyrir bara í Ghost og Smoke, hann fyrir ekkert í Flash á Omen. Það Nei. er áhugaverð. En þeir ætla bara að rusha sé. Varður það reynd, þetta er Ívar með treytið, vel gert. gott við. Mjög góð trade hérna hjá bæði liðum. Og Georg er með frenzy. Hann á dass, hann á smoke. Spike Vá. planted. Gott spot. One enemy remaining. Og þeir eru bara að píka one by one hérna. Og þá er það Jón Snjór eftir, nei, þetta er búið. Já, þetta er pínu áhugavert, þeir fara ekki long eða neitt til þess að spila postplan, þetta er bara píka setja og bara reyna að fæta. Was that important? Þetta í Þetta er mentargemi samt að- það er aðeins í mólum sko. Þetta er samt, þú veist, þessir hausar hérna hjá Georg, þú veist, með frenzy, long range, bara double tap bara í hausinn sko. Já, mjög svo. Það var reyndar rosalegt sko. Já, þetta, Líka Þetta í var seinasta rosalegt. rándinni í fyrri hálfleik þegar hann tók upp frenzíin og náði Ívan bara með frenzínum í staðin fyrir vappanum. Bara, ég þarf ekki einu sinni vappa sko. Þeir sýnast þeir alltaf ekki að forsa Eiðstafur með þannig að það er bara overtime nánast. þeir eru að spila på overtime. Áhugavert. Þannig að headshotinu. Spike down A. Hann leggur hann líka. Georg er að eiga rosalegt ránd. Karlmaður er low, hann er að halda short. Spurning hvað gerist hérna. One enemy remaining. He just swiped. Já, Og þetta er Logi bara klárar þetta. stomp þetta ránd. Þetta er náttúrulega íkvæð ránd hjá Eiðstaf. Match point. Þetta er bara mjög erfitt fyrir Eiðstaf sínist mér.
Þetta round skiptir öllu máli. Við sjáum að Snerpa kaupa allir Vandal. 5 Vandals á móti Spectres og Marshalls. Þannig að þeir ættu að taka þetta round. Hvað eru líkurnar að hann káli þetta? Jökull greinilega mjög aware, allavega að reyna að taka niður Killjoy til tíðarna á BM og Ívan. Og ég er áhugur á staðina. Mjög að klera þetta, það er spurningin. Hann klírar þetta. Logið mig sem á upp hana. Það er treytinu. Gott trade hjá Stanos. Og þeir vita af honum á mitt. Úf, Jördal með gott Spike treyt down hana. mid. En hann byrst ekki öðrum. Sér hann, Enemy down. hann nær hannum. Þeir eru að 1v1 of mikið. Mér sátt. Ekki nógu fljótur í treyti. Ákveður slóa nánast. Leysur það sína það, það. Og Karlmaður er með drónin og sér þarna Jökull. Nær hann takkinu, já. Gott dass, komast út úr þessum aðstæðum. Og Ívan er með séð og er bara að bíða eftir tækifærinu til að planta, en Jordul er að sniglast þarna upp á honum. Spurning hvort hann náði góðu tæmingi. Nei, Mjög Ívan, gott flash hjá Ívan. Þetta var Ívan geggja er- awareness. Shit, hvað þetta var gott awareness. virkilega vel gert hjá honum. Og Karlmaður er með gott angle en tekur upp utility á síðustu sekundu. Óheppinn. En nær pinginu. Býst hann við báðum í garage. Ég held ekki. Jökull bara aggressiv, klárar þetta round. Samt mjög gott bónus hjá Snerpu hann að náðu 3M. Georg ætlar að spila fyrir Orbi greinlega. Fari í chat-oltið. Ívan er í no shield. Nei, hann fyrir full shield. Og hvað kaupir hann sér? Bulldog? Ég held að light shield og bara á. Það var bara hann. Já, hann fær drop. Jón, klassískur leysulegi. Og droppar hann. Þetta er bara lítur undir á default. Safna pínu information. Og við sjáum að Snerpa eiga Phoenix ult. Það er náttúrulega eitt sterkast ult í leiknum. Þeir eru svona eitthvað að fara í áttuna A sem er rétt ákvörðunina. En við sjáum að Snerpa, þeir eru að sækja sér info. En Jökull er með gott kill þarna á Jordul. Hann kleraði ekki Ívan. Shock dart. Munum búast við Ívan close. Ívan er náttúrulega rosalega rottilegur leikmaður. Hann getur komist í... Nei, en Hann næri deyr. ekki killinu. Karlmaður er. Georg með Úf, hann náður hann næstu í. er logið með treytið. Þannig að þetta er... One enemy remaining. Það var eitthvað sem var út garage og nærðum báðum. Já. Defenders win. GG. Það er bara þannig Já, myndir. við óskum Snerpu innilega til hamingju með Mjög vel spila. já, með þetta. Já, til að hafa ekki Snerpa, með við þessa framistöðu eiga þetta fyllilega skilið. Þetta er, við sjáum þetta bara þarna. Georg og Logi með mjög góðan leik. En Við sjáum þetta að Valur er með 5 first, þannig að hann virðist vera að opna þessi round sem er... Já. Herru, þeir vilja nú elvist fara yfir í næsta leik, þannig að við slum skipta úr þessu. En þeir eru náttúrulega ennþá að spila upp á, ef Eðstöðu vinnur núna seinni leikinn, þá eru þeir samt í öðru sæti, annars eru þeir jafnir sko, með í sko öðru til 4. sæti með 2 önnum liðum. Já, það er nóg upp á að spila. Þannig að þú veist, við bara óskum báðum liðum góðs gengis í því. Sjáum hvort að Snerpa tryggir sig bara sætið bara með einungis einu tapi í allri deildinni, en skemmtilegt nokk það tap var gegn Skaða sem að við vitum að sitja einmitt núna í sameiginlegu neðsta og næstneðsta sæti í deildinni með vættum. Já, það er virkilega áhugavert. Það er spurning hvort að þeir hafi náð einhvern veginn að countera það sem að Snerpa var að gera,
eitthvað sem að Eðstafur náði ekki að gera í þessum leik allavega. Já, og eins og ég segi, vættir sem að setja líka, sem sagt, já, eru í þessu samheila næst og næsta sæti í deildinni, þeir fóru með snerpu í triple overtime, ég held alveg örugglega að vera triple overtime, í Haven bara í gær. Já, Þannig að, þú veist, við sjáum samt að þrátt fyrir að snerpa sé, að taka deildina að minnstakosti 8-10, ef ekki 9-10, þá er þetta samt búið að vera alveg competitive, þú veist, á marga vegu, sko. einmitt. Þannig að mjög skemmtilegt og að væri geggjað að fá svona showing bara á næsta tímabili, sko. En úr því að það er búið og á svona nokkuð fljótum tíma, getið þið hugsað ykkur að fara í næsta leik, eða? Væri það þá... Það væri þá bara þið gegn Ótta og ég er sem sagt fyrir alla áhorfendur sem að er að velta sig fyrir af hverju ég er að bjóða þeim að kasta sínum eigin leik, þá er það vegna þess að ég skal viðurkenna, ég leitaði nú ekkert eitthvað vítt og dreift, en ég leitaði að fleiri kasturum til að koma inn og það bara var engin laus. Þannig ég ætla bara að biðja Birni og Agnar að verða Björn og Ragnar, algjörlega hlutleysir aðilar sem eru bara að horfa á þetta frá hlutleysu sjónarhorni, og ég skal bara sjá kannski að kasta þetta mestu, en þið með endilega þess að það væri gaman að geta bánsa af ykkur, þannig að þú veist, væri þið til í eitthvað svoleiðis? Ég er mjög til í það. Ég er til. Ok, þá förum við í leikin ykkar gegn Ótta. Og við byrjum byrjum á leiknum ykkar í Ascent. Ok. Ok, er það hannig? Ok. Ég held að það sé Það þannig. meika meira sens, sko, ég skil það. Já, þannig að kýlum bara á það. Býtu, ég þarf fyrst að laga eitt. Þannig að passa að þið sjáu eitthvað. En já, að því redduðu, þá getum við bara kýlt þetta í gang. Ég er mjög spenntur. Ok, þannig að það verður pínu erfitt að kasta þessu að við vitum nú þegar. Það forsightið hjálpar alveg, sko. Og við sjáum að Agnar velur Jet, instalokka Jet, Ég er þekktur Jet, sko. freka toxic, en En tölum það sem er áhorfendum meira augljóst, og það er það að Ótti fór í 5 duelists. 5 duelist comp sem að er Já. ekki meta eins og staðan núna. það er sko putting it mildly að það sé ekki með þetta. En sko, í rauninni, ef maður pælir í því, þá meika kannski fullkomið sens fyrir þessa gæja sem eru, basically, við sjáum líka sko að núna er Alle 70 leikmæðurinn þeirra í staðin fyrir Skröven. Ef ég ætti að kalla einhvern leikmann í þessu liði Valorant leikmann, þá væri það Skröven. Allir hinir, ég myndi bara hreinlega stimpla á sem CS gæja, sko, þú veist, bara CS leikmann. Og þeir, þú veist, let's face it, bara CS relæjar meira á aim. Þú veist, það er utility þarna og það er notað mjög sniðan hátt og þú veist, það gerir helling. Ég ætla ekki að segja að það sé ekkert utility í CS, langt frá því, en það getur skipt meira máli að vera með gott aim í Counter-Strike heldur Valorant, og ég tel það að vera staðreynd. Þannig að þá meikar kannski bara 5 duelists kom fullkomið sens, þú veist, bara taka þess að fæta, sko. Sjáum Ibsen miðjunni, hann er með 2 stim, 3 smóka. Ibsen fílar stimmið, sko, og hann notar það vel, hann má eiga það. Hann er Brimmy with a stimmy main, sko. Já. Það er mjög þekkt. Hann er SLS. Þarna sjáum við þetta, þú veist, þeir eru bara, þeir eru að díla við hellinga flössum, sko, og þú veist, og síðan reisinn og reynan og þetta er bara,
þú veist, 5 duelist, maður hlæri eitthvað aðeins og segir þetta sé ekki meta, en ég minna, þú veist, ég get alveg sett að lið bara láta það virka ógeðslega vel, skilur þú veist, við Klálega. Agnar, góða fellu þarna, Alli, þú veist, hvað ert þú að gera komin hann á top mid, bara á þessum tíma rátsins? Ég pushaði bara A, ég pikkaði einn A og pushaði svo bara. En sjáðu, Ótti er komin á fyndið stað, sko, og heppin að lenda í bakinu Edsa nefnir þarna. Ótti er komin á fyndið stað sem voru einhvern veginn ekki neinstaðar, sko, þú veist, minna við sjáum það, var það ekki Ace sem var á, Sage í þetta skipti. Þú veist, hann var bara ennþá inn á B, skilur, þú veist, þannig að þetta var einhvern veginn engin hætta. Þeir voru komin þarna langt út A, komin út á Catwalk, þeir hefðu getað að fara í gennum CT-spawnin, ég minna, þú veist, þeir heldur örugglega þeir væru þar, þannig að En við sjáum Agnar eiga stórt rand. Herri, já, þetta var 4K, Agnar, það er Kannski tók sig ekki vel að Jett en það virkar. sko ekki bara Jett, heldur líka first round degla, sko, það er toxic á ákveðin hátt líka, sko. Það er bara, þú veist, já, það er ég, sko. Herri, ég glemdi stöttunum að það heldur mínu leik, herri, þeir verður bara að bíða. Já, mjög leika. Já, þetta eru 2 leikir. Sama hvernig þetta fer, þá, köllum við þetta ekkert bara gott eins og þannig í middildeildinni, sko. Það er commitment að sína alla efrideildarleiki í þessu móti. En já, það er samt, þeir treyta og ég held að Þorsteinn F hafi verið alveg þvílíkt blindur hana, sko. Birnir er alveg að bjarga mér hana, eða One Sjá Ibsen með stimmið og bara heikar ekki við að run and gunna. Run and gun er líka svo sick á Spectre. Það unpopular opinion, fólk run and gunnar ekki nógu mikið með Spectre, in my opinion, sko. Það er bara... Klálega. enemy remaining. En herri, Minity Grease, búinn að taka þetta niður í 1 og 1 og það er bara þú eftir á mótunum, Birnir. Já. En hann satt í slæmri stöðu, bomba liggur bara hana einhvers staðar og og það er eins og þú sért eitthvað smá aware hvað hann geti verið og hann svingar hann út og þú nærðanum, vel gert. Ég er alltaf mjög að vera spilari, þannig að þetta kemur kannski... Já, hætt að klappa sjálfur á baki. Hann er... Gott ígóð round hjá þeim, sko, en sjáu þið. Þetta er gott ígóð Ég af er þeim. farin í third round vappi. Third round vappi, og heavy shield. Þetta er... Það var bara full spar hjá mér á spónum. Þú heitir 800 í degluna þannig að það er fyrsta randi, sko. Já, þannig að ég fór bara í full spar roundið eftir, sko, eftir rauninu. Við sjáum að ég og Agnar erum á A, það er Iconic Duo. Nákvæmlega, eins og casting. Já. Það er Iconic í Valorant og casting, sko. Herru, samt SLS opnaði þetta nú greinilega alveg grind með Bulldogin, bara lukka eins og one tap bara á Hann er Edson. svolítið svona mid-pushari, bara all aim, no brain player. Sko, SLS hatar ekki aim-duelin á miðinni, við skulum bara orða það þannig. Og ég fæ líka pick á Minity Grease, Jett, Diff, segir maður hana. Herðu, það er kommentir í chatið, biased casters, kannski eitthvað til í því, en já. Þetta er, Þú getur sagt það, eða við erum bara, þú veist, No charges left. góðir. þetta var ávarpað, við vitum öll að þeir eru biased, þeir eiga að vera að tala minna, sko. Úff, djúl fóð Þorsteinn F með illa með hann, Agnar. Já, þetta með CS peak, sko. Hann vissi ekki hvað hann var að gera, ég vissi ekki hvað hann var að gera. Þetta var þannig sem þú veist. Já, einmitt, og nóg afsökunum hérna, sko. Já, þú veist, maður verður að gera það, sko, maður má ekki... Það var pickað upp vappan fyrir mig, ég fer aftur í hann. Mjög toxic. Og lítinn armor til að geta droppað, eða hvað, nei, veitu, hvað er Það það? var bara svo að ég myndi hafa pening fyrir öðrum... Nei, ég droppa það, sorry. Já, þú droppar hana, það er góð tími, þú vilt að SLS taki þess aimfight svona á miðunni, sko. Já, Ég hann segi- er sko, hann verður að dreipa fólk, sko. Hann mun fæta fólk á miðunni, jafnvel þótt að hann degi round eftir round eftir round. Það er hægt að elska það og hata það, eins og hann er stimmaður Hann- hann, séu. Hann er búinn að banna mér að walla með Viper á Breeze, svo hann getur fætast. Herru, heppin hann að ná Þorsteinn F til að hýla sig, og síðan er hann að gefa hýlið, en Peter, Remaining. rosalegt, hérna, herru, byrju, og alveg, hvað er hann að gera með pistóli? Þannig að, Af því að hann pikkaði upp vappan. já, pikka upp vappan, Phoenix vappin. Já. En Sherry Byrnir er algjör kóngur og gefum vappan aftur. Ég var bara í þessu. Það var stíði að pikka upp vappa, en sjáðu rótugongin, 6-0. Já, Ha? ég degi sjaldan í þessu leik, sko. Nei, ok, ég skal hætta. En þið eru samt að taka þetta hérna á þessum tímapunkti 4-0, þannig að þetta er bara,
byrjar vel fyrir ykkur. Sterkt. Sjáum hvernig þetta gengur. Ég spotta það eftir að vera midfættið á miðinu. Peter getur verið stórhættlegur með þessum Guardian. Úff! Sjáðu þetta timing. Timing, hann bara rústaði þér. Hann er með skát og hann bara hausaði þér, sko. Þetta var mjög öðvannlega timing. Þetta eru náttúrulega rosalega hitningar, sko. Já, og Góðir sko. Við viljum hrósa þeim, þeir eru mjög góðir lið. Þessi Minidegrís kom með vappaðinn, sko. Úff, Peter. Peter getur elvarana. Ég veit það í þessu rándi eins og maður segir, sko. Heyrðu, ég hef talað að vera ekki með statana áðan, en ég skal gefa ykkur spoiler. Peter er maður mótsins. Já, kemur ekki á vart, hann er rosalegur. Hann á timing og SLS að missa af, en sjáðu þig, hann er teamflassaður af Þorsteinn F. Nærðunum. Hann klúður all nýfunum. Má ég sjá hvernig... Ég er í rugglinu hérna, sko. Þetta var svolítið white swing með diglinni eitthvað en þetta er alltaf lag, SLS tekur þetta. Nei, ok. Þarna komast þeir loksins á blað, Ótti. Þetta var mér að kenna þetta ránd, ég gaf hann að vappa og ég... Þetta er basically VOD review sem er að gerast hérna, eða ekki? Já, nánast. Edison tók með Marshall eins og gefa hann það. Hann bara rústaði þér með Marshall, það er það. Sko, þetta er ekki það. Agnar hating channel, sko. Herru, þetta, mér minnir að þetta hefði verið geggjurand. Ég stakk á þessu ulti, bara að segja, Birnir getur örugglega staðfest. Já, ég verð að gefa það. Ég reyndar ekki að taka þetta alveg nógu vel upp fyrir minnfleik, svo ég ætla að koma hérna og síðan er ég bara eitthvað, þú veist, ég spotti þetta og síðan er ég eitthvað, það er svolítið ekkert að gerast, fer bara í burtu. Síðan nær Ibsen 2 með ultinu, nær 2 með ultinu og fer síðan bara að heysar eitthvað gæði með henni. Þú getur sagt sko, Ibsen náði til þeim, Ibsen náði til þeim, eða þú getur sagt að Agnar náði til þeim. Herru, þetta er nú samt heldur ekki klappa Agnar á baki, sjálflega sko. Nei, ok, ég skal hætta. Minidegrís er bara strax í slæmri stöðu hérna, hann er bara að halda spánu með bombu og við erum bara með allt kontrólið. Já. Við veitum hvað hann er þekktur fyrir. Hann er reyndar sick vappi sko, ég væri hræddur við hann líka, ég væri þessi stöðu. Jet og vappi á landinu bara. Já, ég þóra ekki að píka hann sko. Þið sjáu líka hvernig þið haldið. Þið haldið, Ibsen er búinn að smóka þessan er hann og SLS þessan þóra að píka en þið eru svona að reyna að halda ykkur í stöðum sem eru ekki vappa favorable. Þú veist, Ibsen, mjög skrítið off-angle, þú og SLS að píka örlítið meira, samt off-angle og þú close, þú veist, þið eru alveg að gera ráð fyrir vappanum. Mér finnst það sjúklega vel spilað hjá ykkur, sko. Þú veist, samt vesen þið þurfið náttúrulega að halda öllum þessu sites en þið eru ekki positioner til að treyta, þú veist, hvað ef hann nær þér, Birnir hérna núna, þú veist, það er svolítið erfitt. En þú veist, en hann gerir ekki ráð fyrir hann í hotninu sko. Og hérna vorum við pínu disappointed af því að við heldum að hann kastaði vappanum út af mappinu. Það hefði verið Galaxy Brain Play sko, að kasta hann bara út af mappinu sko. Ég held að hann gerði það sko, við fundum hann ekki vappan. Ég þarf að köpa nýja. Já, þið hlupið nú ekki, þú veist, hann droppa honum öruglega fyrir utan BA, ég leiði mér auðvastöðum að náða að hlaupa allavega en hann gæti að tjekka sko. Ég held að hann kastaði hann út af mappinu, ég var pínu tillit sko, en þetta er góð vinnurandi. Þú ert með vappa núna? Já, nákvæmlega, ég finn nýja. Minidegrís líka, keypt sér vappa. Hann sjáum hérna Jetif. Nei, hann er að fara á miðjuna og hérna... Við sjáum að ég er 1 á móti pussi. Já, þeir eru 4 á móti þér. Þeir eru með Phoenix ultið. Þú píkar ekki af bottanum sem var held... Það var gott play. Já. Í þessu tilfelli. Minidegrís náði samt hérna SLS á miðjunni. Þarna píkaru, nærð alveg, mjög vel gert að fæta ultið. En það er eins og heyrir ekki í Yoru þarna uppi en já. Það finnir snitchel play hana. Já, það var smá snitchel fniggur af þessu og Ibsen bara komin í flankið. Sjáðu hvað, þú ert óöppin hérna Agnar. Bara hann sér í öxlunni. Ég sé hann ekki skjána mínu. En sjáðu hvað Alle er að wear. Hann er hérna alveg með bakið. Þetta var mjög gott round hjá þeim sko. Já, virkilega líka pirrandi þetta Yoru ult sko. Það er erfitt að spila mót þessu. Já, þú veist, ég er farin að, þú veist, með hvernig Þorsteinn F er að nota Yoru á þessu móti, þá er ég farin að halda að hann sé bara smá underappreciated, sko. Ég held að það sé bara bestu Yoru í Íslandi, við verðum vikina. Hann er auðvitað eini Yoru í Íslandi líka, þannig að það er ekki reynd. Já, en bestur. Hann er bestur. Sko, hann er minn maður. Hann er líka svo sick aimer, hann getur komið út úr ultinu og bara tekið 2, sko. Úff, ef þú hefði byrjað að skjóta aðeins fyrir þarna Agnar. Síðan er eins og þú farir að það en þeir hljóta að vera baka vekkinn að það hinum meginn.
Við séum að Myndigrís að pakka saman SLS hérna round eftir round. Sér, hérna gerir Elvar sniggi vegg, sko. Veit ég hvort það viljandi ekki, en ég næ fara baka hann og ég næ pikki hann á bíminn, sko. Mjög góð veggur í Elvar. Ég er greinlega bara ekkert að fylgjast með ykkur. Pítur hann inn í smóknum og Mjög smöglega á bíminn. Hann nær Elvar í henni smókinu, hann ekki því. síðan beilar hann bara. Heyri, Stimmar, mollar og Elvar góðar. eftir þetta killíkinu smókin. hann whiteswingar of mikið fyrir Myndigrís. Hann er Myndigrís gegar og þá nær hann, þú veist, hann var satt 1-3 og náði hérna Edison. Mér finnst það frekar sikk, sko. En við erum ættir hérna, ég og Birnir, Dynamic Duo. Turret down. Þetta skinn líka, rosalega. Já, ég er með sama skinn en ég á ekki hann gunbuddy. En sérðu, þú veist, þú gerir ekki ráð fyrir því að Myndigrís sé þarna, sko. Já. Þú veist, þetta er gott play, hérna, dassið. Ég var mjög ánægður með þetta hjá þér, Ragnar. Það er spurningur samt, þú veist, hvort svo lág. Nei, en þið viti líka að hann er lár. Hann er Pítur. Ég held að ég vissi að hann er ekki að stíma, sko. En kemur ekki hetjustökki hérna. Jú, hetjustökki, en kíkir í vilsatt. Já, þetta var Það er að taka bara 360. 50-50. Þetta var bara 50-50 chance, ég með þetta. Gat ekki mikið gert. Við spilaði Myndigrís, þannig að lörki með lörki upp short, braut killshortið. Ég var ekki viðbúinn fyrir þetta. Vel gert hjá honum. Ég þú veist líka út að allir loka á hann, sko. Þú veist, það seldi þetta alveg, sko. Það er bara, ég skilði það alveg ógeðslega vel. Já, ég var ekki með nóg IQ til að fatta þetta, sko. Þess að þið ætlaði að fæta hérna B. Og Pítur reynda bottin ætti að spotta ykkur, hann sjá hvernig Pítur, ég man ekkert hvernig hann tók á móti ykkur hérna. Skutið ekki alltof margir bottan hana. Precision kill. Þessu, þetta er það sem ég er að tala um. Þessi CS-gæðar eru ótrúlega heppnir með sprayið stundum, sko. Þetta var bara eitthvað sjötta kúla eitthvað sem fór í hausina þar hana, sko. En hann er samt að taka vel á móti ykkur hana, sko. Og þetta sem komin upp miðina, Ace-orinn hérna, einn eftir. Þeir keyra bara í hann, þú veist. Þeir nennis ekki, þeir sækja ekkert bombu og fara á A eða eitthvað. Bara, þeir eru að verða búnir að jafna ykkur, sko. Já, þetta var bara erfitt fyrir okkur, það var ígóð rann, við ætluðum að pusha ykkur bíma inn en þetta var þessi búmbóti stopp á okkur. Einhver ástæða fyrir því að hérna, SLS spilaði ekki Sova í þetta skipti. Ég held að hann var bara ekki feeling it, sko. Þetta er bara þannig. Já, ok. Það reyndar statti sem ég glemdi að compila en get compila setna ef ég nenni þú veist, agents per lið. Ég held að þið séu með mest af agentum. Diversity. Versatility eða indecisiveness, sko. Ace hérna með Við ykkur. spilum bara það sem við viljum á deginum, sko. Við getum spilað allt. Mjög satt. Við erum hann í ræk og þessum leikin. Hann ætlar að lokar, nei hann minnir ekki þess aðeins að fljóta. Þetta var svo geggja play hjá honum hérna. Hvað hann er snöggur, þetta er alveg óþolandi, sko. Það var svo geggja play hjá Ace, það ætla bara að loka hann úti. Bara nope, ég ætla ekki að dúla þið, sko. Verst að hann var aðeins að setja. Hann er svakalegur vappi, sko, hann er svo hraður. En hann er búinn að vera að vappa síðan áður en ég var fæddur í CSGO, sko. Mjög varum þig hana, Birnir. Já, dreipar hann ekki. Nei. Þetta er eitthvað timing dæmi held ég, sko. Það er aðra hvora veguna. Jó, hana. Þetta er mitt að horfa niður. Og þá eru þeir búin að jafna. Hérna erum við byrjaðir að vera svolítið stressaðir. Við erum aldrei stressaðir. Let's be real innan, sko. Nei, hérna, já, aðeins. Við vorum byrjaðir að efast aðeins að ég verða við ekki hérna. Pínu confidence. En við vorum samt, við heldum haus og reyndum okkar besta hérna. Já, maður aldrei gefst upp. Þú sagði það sjálfur hérna, núna bara í senasta leik sem við horfum á Eista vs Snerpu að bara maður hefur alveg returnað úr einhverju, þú veist, 10-2 dæmi, sko. Mental gameið þetta er náttúrulega mental game fyrst og fremst, sko. Það má aldrei gefast upp, það er alltaf möguleiki. Myndi ekki tekum við annað jet diff. Ég held að ég últaði og pushaði þessu. Nei, heyrðu, já. Ég man eftir þessu, ég uppdreftaði í gluggan. On-site, sjáu þið það sem ég dó? Já, einmitt. Hann flikkaði mig frá B-main í hérna gluggan með vappa, sko. Hettaði mig. Býtum við hvað gerist þetta í B-main? Það er í gangi. Ég svissa á mjög lillum tíma. Ég held ég hafi verið að reyna að svissa yfir á Myndigrís og lendi þessu. Herru, SLS setur einn eftir með Stinger, vopn sem er basically ekki keypt lengur.
Sjáðu hvað það verið að hönda hann. Spike planted. Þeir nenni ekkert að býða eitthvað í kringum bombuna, sko. Ef hann vinnur þetta, þá er þetta klöts aldarinnar. Þetta, sko, í alvörunni, hann bara, þú veist, ég myndi basically gefa ykkur sigurinn, þú veist, ég gef ykkur sigurinn í mótinu ef hann klötsar þetta 1v5 á móti þessum gæðum, sko. Með stinger, sko. Það er bara, hann er satt að reynda að reyna, hann er karakterinn sem getur það, sko. Komið gun. Úff, þetta var sick. Þetta var geggja flikk, er ekki að djóka? Herru, ok, þarna ég held að hann hefði trublast að Peter var að skjóta ekki veginn, en samt 3 af 1 á móti 5 og 3. Last round before the switch. Já, þetta er contest boost, sko. Já, úff, þetta flikk á alli, ertu ekki að djóka? Flick mótsins. Nei, flikk mótsins var örugglega þetta sem við sáum ekki þegar Minute Degrees flikka Agnar í seinasta rándi, sko. Þetta var ógeðslegt, sko, ég man eftir þessu. Spurði hvort hann hefði sett að playa þetta. Var interesting að sjá svona klippu on stream. Herru, Ace með Ódinin. Ég vil sjá dúli, sko. Herru, þú dassar greinilega hérna. En þið greinilega komið í stað, gott dismiss hjá honum og opnar fyrir Ibsen. Þetta var geggja play. En takk eftir að meðan að SLS og Ibsen er að fæta mitt, þá er ég og Elvar bara að halda einhverjum sites hérna. Þetta var svona allan leikinn. Herru, sjáðu hvert SLS er komin, hann er bara komin í baki á alli, sko. En missir á honum, en þessi hvað er lár eftir, hérna, og kemur, hérna, ég er að segja ykkur, þessi Ódin borgaði sig, Ace náði killi hérna, með honum, undir lokin, á 2 HP í alli, sko. Já. Ég vildi bara segja að þetta er auðvitað besti killjoy-leikur mótsins hjá Birni hérna í þessum áhersmáli, sko. Þetta var mjög vel spilað hjá honum á defense. Já, þetta er svona, einhver verður að gera the dirty work, sko. Nákvæmlega. En, skoðum hérna kaupinn. Og þeir, býtu nú við, þeir verðast ætla að spila held ég aggressive í þessu randi. Já, þeir eru náttúrulega 5 dúlistar, þannig að það var alltaf Já, gáfað. En ég fór í shorty á þessu rándi held ég. Ég man ekki alveg hvað ég gerði. Já, þú gerir eitthvað Þetta- magnað, líklega. þetta var eitthvað strategy hérna við biðum fyrir utan á. En hann spottar okkur held ég, eða hvað? Ég held það, þú veist vera að vera. Hann gekkja morði í honum. Það er taka vel á móti ykkur hérna, en Ég við erum með shorty, sko. Ég Bíddu. Þú tekir einhvers staðar þarna fyrir utan, þetta er shorty, maður. Spike Smá planted. DM hana. Bara vissi hann til döður. Á hann, fyrst aðeins. Þú veist. Og þetta er erfitt hérna að koma að lokari hurð og vegnum, sko. Við vitum að þeir þurfa að vera heaven og þið bara býðið hana. Úff, síðan dassar í hann, ok, þetta er nú bara, og reynir að hnífa hann. Þetta er disrespect, Agnar, þetta er bara disrespect, sko, sérðu, hann sýnir þér að þú gerst ekki upp með þetta, sko. Einhver að segja Agnar sem 15 ára í chatinu, ég held að það sé nú ekki rétt. Ég er 16 sko, get your facts straight aðeins. Maður, þetta var, þú veist, shorty maður. Þegar þetta shotgun off hérna, herri, hann píkar í. Og hérna hann. Ó, þetta. Komin í rúti, þetta er, þessi gæðir eru svo Hann er stór svo hættulegir, gott sko, já, þetta er bara rosalegt stundum, sko. En ég meina þið eru það, þú hoppandi judgin, sko, það er alveg, þú veist. Veitu, núna misti ég af því, er Ibsen, má ég giska, er Ibsen með Vandal út af því að SLS keypti hann og dó strax?
finnst það líklegt. Það Já, Það er Ekki sem yfirleitt það sem gerist. ég er að segja, það er bara story of SLS life, sko. Nei, Ibsen er með Spectre, Eða það er- vinnurandið, þannig að Já, ok. þetta er tvíeggjasverð, eins og ég segi. En þetta er Því svona, ekki ég svo. var pínu að, ég var að spila pínu illa og ég pekkaði upp shotgun. Vopnin sem ég þekktur að taka mjög mikið skill og byrjaði að rífa mér þann. Já, alltaf því ég tala um Judge að tala um hversu mikið skill það þarf alltaf að nota hann, sko. Nákvæmlega, sko, þetta er sem ég segja. Herru, ég vil sjá, hérna er Edison, hérna er Reyna standoff, Edison vs SLS. Ok, Ibsen smóka bara það. Það er reyndar alveg smart, til hvers að vera að taka fights við þessa gæði. Herru, Þorsteinn F. Flassaði og típiði bara hann í andlitið á okkur, ég náði því ekki. Úff, Píti er sjúkla hættulegur en hann var upptekinn að miða upp á efri mitt. Næri ekki Ibsen. Ibsen kemur bara hlaupandi inn þessu óður hundur, sko. En svo, ég minni ekki þess að koma svo framalega, það er eiginlega bara honum í óhag. Þú veist, hann er bara komin út af sætinu og þið eru að fara inn á það. Úff, Píter, já, þú veist, vá, hvað munaði litlu að það hefði verið búið að loka á, þú veist, þetta angul. SLS áhöfin hana. Ég setti minni með Spike þarna planted. eitthvað, nei, Úff, þarna varstu heppin, sko. ég var mjög heppinn hana. Og síðan getur hann er að það bara all balances out, sko. Agnar ennþá að worka judge-in, sko. Last player standing. Síðan þarna spilar þú ótrúlega vel, Agnar. Þú bara beitar og leifir Rottukongur sjá dúli, sko. Eða leifir Birna sjá dúli. Nákvæmlega. Ég spilaði líka vel. Þú hittir í haus, þannig að já, þú spilaðir vel líka, skilur við. Það kannum að tala um í dúo. Dúóið spilaði vel. Nákvæmlega. Þetta var vel gert hjá okkur, ég skal viðurkenna það. Unnum bónusrándið, sko, það er svona underrated round sem maður þarf að vinna, sko. Og við sjáum að þeir eru bara mjög weak by, en Peter er síns með tilt guardian hana. Og við gerum pistol strategy þar sem við býðum á að við vorum að búast við þeim að pusha aðeins meira sem 5 dúlistar. Já, Þeir eru kannski farnir að bera of mikla virðingu fyrir ykkur hana. Það er spurning hvort að, já, Þú big ert ekki mistake, bara sko. Það er einmitt það sem ég er að hugsa, sko. Agnar, þú ert, Bara keyrir þarna inn, sko. Þetta er ótrúlega. ok, þarna ertu, ég fíla þetta, þú ert svona að reyna að halda þeim bara, hana, með bara blasta eitthvað í gegn og eitthvað. En ef ég mann rétt, þá fylgir svolítið questionable play, já, hérna. Hnífar og bara uppdráttur í andlitið á 3 gæðum. Agnar, sorry, en þetta var bara, ef ég ætti að nominata lélegasta play mótsins, þá væri þetta einhvers staðar í útreikningum, sko. Já, ok, það er bara þannig. sammála því. Ég held ég að vera að segja að ég var með line-up sem ég kunni ekki hana. Hérna, Ibsen tilbúið með ulti, þetta var bara, hérna, spilið saman. Mjög mikilvægt. Keri hérna, alltaf tilbúin í treyti, þetta er geggjað. Ógeðslega vel gert hjá okkur. Turretið. One enemy remaining. Já, Ég er að segja ykkur eftir Edison er bara einhver, þú veist, Marshall djöfur. Turretið er 7. leikmaður drottninga. já, það. Það er mjög satt. Í rangt líka, sko. Já. Þannig að þetta er 6 á móti 5 Við vanalega, erum að fara að sko. nefna það, sko. Og við þurfum að benda út að Birnir eða Rottukongur er með 7 kills. Nei, deaths, fyrir ekki. Já, Já, allir hinn er í double digits og þú einn þarna í 7-ni. Hann er að holding it down, hann er steinnun okkar, sko. já, ég beita liðið mitt mikið. Ég ætlaði einmitt að segja, er hann ekki bara að beita svona mikið? Herru, Minidigrees kom með vappan, en sjáðu, þú ert bara með utility þitt, settu upp, Birnir, annar B, bara tilbúinn, og hinnir fara bara A. En Alli og, hérna, sjáðu, hann er að spila flassi núna, hann Edison, Alli hérna tilbúinn. Spurning hvort hann ætti ekki bara ulta á móti ykkur núna. Hérna, Ég svinga þetta. já, Þorsteinn F kominn inn á hann, þeir eru 3, SLS kemur hann út og nær, veitu, þarna flassar hann. Jó, hann er hérna ultað hann og þeir eru ennþá 2 að taka á móti ykkur, ennþá hellinga flössum, sko. Hérna, bánsa flassna. Gott flassa Já, það. já, sniðut svona flassa bak við sig, klassiska Counter-Strike Þannig var ég flassi. að beita fyrir SLS og Ibsen. Samt að það er... En sjáum, við getum bakka núna því að ég er með allt kontrólið hérna.
Já, þú veist að þeir eru ekki búin að pússa B. Það er svo vel spilað hjá börnir í þessum leik, það er bara ótrúlega. Og ég Já, byrja já. þarna að prófa B-ið, sko. Já, þetta er samt skilur, þú veist, það er engin leið fyrir þig til að vita að Minnindigrís sé komin svona aftarlega. En það sem, þú veist, ég tók eftir í ótta hérna er að, þú veist, þeir eru svolítið að kanta bara á að, hérna, að þeir fari ekki bíðið einhvern veginn, þú veist, eða eru tilbúinir að spila retake, en samt eru þeir 3 og 4, þetta er allt bara, allt voða skrítið, sko. En alltaf leið og últar, þá fatta þér hvað er í gangi, sko. Ég var svona svolítið að segja, hei, sér viffaran hann að býst ekki við þessu unaware hlaupið þarna. Já, þarna bjargaði þér að fatta ekki neitt, sko. Planted. Einmitt. Það þarf stundum, þetta er the donkey mind, sko. Það þarf stundum að höfðu staðar. En þeir eru hérna 3 og 3. Úff, Agnar rétt missir af hérna. Ok, þeir treyta. Samt 2 og 2 og þeir eru inn á. Þannig að SLS leipur bara hérna út. Já, Þetta er SLS play sko, all aim, no brain. já, En hérna þeir splittið upp. Þeir gefu honum 2 1v1s. Ekki smart play. í tæmingan bara. Já, Þetta er svo vel spilað í vörnir, hann fær ekki myndaverðina á sér en hann er að gera allt fyrir liðið sko, það er mjög mikið. Einmitt. Og ég pikk upp hérna vappa fyrir hvern, það er Elvar réttskipti, eða Ace. það er nú lítið búið að fara fyrir honum. Þú veist, ekki að hann sé ekki búin að gera neitt, skilur. Hann er bara búin að vera, þú veist, spila Hann- svona, hann player, já, skilur. bara support, skilur. Já, hann callar líka mikið af clutch moves fyrir okkur, þannig að hann skilur alltaf sínu. Mér svo að hann býr til mjög mörg strats, það er aldrei eins og hugsa um. Þú veist, þarna, þetta Martial dæmi, sko, það er bara... Já, ég sá hann með Marcelin og ég vildi ekki fíkja aftur. Ég man hvað gerist mig sko. Fyndist það sem Ipsin er komin í hana. Þú nærð minidegrís. En svo, þarna, skrítið á Þorstein F að missa svona. Nær síðan að koma sér út, en var volbangaði niður í líti. Og sjáu Þetta ég hef hvað Agnar er volbangað. komin. Ég sjáu þessu Þorstein F með línuna sem að SLS kemur í. Og flassa sjálfa sig. Og þú dassar í hann, Agnar. Já, ég held að, ég vissi ekki hvað er í gangi, ég held ég á að blenda þér. Já, ég meina þú varst bara að SLS nær honum ekki hérna. En sniður að flassa áður en hann píkar aftur. Það er óþarf að taka einhverja einballis við þessa gæja, sko. Og síðan gerir hann það samt bara strax í kjölfarið. Já, þetta er stefið fyrir SLS fyrir ekki. Match point. En ég held að ef við spilum við þessa gæja aftur, að þeir muni ekki velja 5 duelist. Ég held að það hefði svolítið kostað við þessum leik. Sammála, en það er annar mapp sem við munum alveg vel eftir Birnir, vona ég. Jújú, við munum Ég vil ekki mun eftir því skilur, ég veit ekki, ég ætla að segja. Spoiler alert. Já, En þeir eru komin upp í 12-6. Þannig að þú veist, þeir eru bara, ef þið lokið þessu núna, þá er þetta frekar samfærandi. En þú veist, ég ætla, þetta er ekki búið fyrir en, þú veist, þetta er búið, sko. Ain't over till the fat lady sings, sko. Einmitt. Myndigrís, þú veist, sjá þetta spray, sko. Ég er bara, og Peter hana Þetta komin í klinikar, hliðina. sko. Já. You will not kill my En þið með ressið, þannig að þið náðu equalize þetta. 4 og 4. Það er alls ekki búið, sko. ég var sjokkt að hann steppaði fyrir mig sko. Úff, Spike down Peter. mid. Bara, hann er rosalegur, sko. Og þetta sen, já, þú veist, 4 og 4, það bara greinlega skiptir engu máli. Nú er bara, þú veist, já, þeir bara picked you apart, sko. Bara einn dúl sko. You win some, you lose some. Já, á móti þessum gæðum þá held ég að maður tapi fleirum heldur um að vinni, sko. Mjög satt. Kannski ekki steppi. Steppi er einu sem hann getur svona í okkar leið, örgulega out-aimað þessu gæða sko. Já, SLS er reyndar hörku í mér. Það bara pingu getur verið inconsistent. En hann er oftar en ekki er hann alveg ógeðslega góður, ógeðslega hitinn. Það er all aim, no brain faktorinn sko. Þarna, Mjúktar tíma úff. ekki rengt og bara aimar sko. Ef hann væri Mínútu með Chris. aðeins meira brain, þá væri þetta einn besti spilar í heiminn. Það er bara spelt and facts í það, sko. Ég er sammála sko.
Fást Þú þetta veist. sneaky playerna. Já, ég skil ekki hvað þið eru eitthvað að fæta en það virkar Rottakongur nær hérna myndigrís þóttu sem ekki sjá það SLS bara pika fætu vappa á miðunni, classic. Ég er inn á lurking jet, ekki að búast við. Sko mér finnst bara ótrúlegt að Peter sé ennþá eitthvað að silenta sko. Hvað er hann að silenta hérna sko? Alli með hérna nær næstu að molla út. En ég held að með því að molla hérna og þú að smóka selur það að þú ert búinn að beila út af hérna séðan kemur Peter og hann bara, þú veist, hann býr ekki nýri. En sérðu, af hverju smókaru og dassaru? Af hverju gerur ekki bara annarkort? Því ég vissi að það væri hóla. Já, en það er vel gert að ná honum síðan sko. Það verðst að ég mista því. Dynamic duo er ennþá lifandi sko. Þá getur allt gerst. 30 seconds left. Nákvæmlega. Sérðu hvort nála dræti í þessum mann sinna. Úff, hvað minnur engu að þú séður hann sko. Ég heyri sem því. Já, en síðan, hérna, ok, 20 sekundur, Birnir þú ert með bombu, þið verðið að fæta hann á B, ég fíla þetta ekki, að þú reynir að fæta hann solo, af hverju beðist ekki bara þessar 5 sekundur eftir Birnir, skilur þú? Já, hérna outplayera mig í drast. Djöfullinn. Já, þú veist, Spoilið. já, Ég er bara á flashbacks þetta. þú hefur þetta molla á milli og síðan farið í blandið, en það er auðvitað að segja það eftir á. Þetta var pínu mér að kenna, ég var pínu greedy fyrir killið. Já, þetta, ég ætla bara að fara svo langt að segja að þú hefur bara þróað þessu rondi, sko. Herri, ég draf 2 B sko, bara í mappan. Þú drafst ekki 3? Já, það er jafnvel. Það er fyrir sko. Það skiptir ekki máli að þróa rondinu síðan. Ég var bara treyst á Birnir að vinna randi sko, ég er meira Já, feit í það hefur stór mist. En þeir eru að vinna á ykkur, þetta er staðan 12-8, ef þeir halda þessu áfram, þá er þið ekkert að fara að taka henni leik, sko. Mentalið okkar er svo strong sko, við gefum ekki. Við erum búin að vera að vinna með íþróttasálfræðing. Hérna ert þú tæmingaði Ragnar ef ég mann rétt, sko. Shit, spoiler alert, sorry, við þurfum að hætta að tala um framtíðina, sko. Ég er ekki búin að vera að gera það hérna, hinga til, sko, það er bara þið eru að kalla þetta fram í mér, sko. Já, ég held að við þurfum að hjálpa þér að spoilers. Ok, höldum okkur við það sem er að gerast eða það sem er búið að gerast. Merkilegt að maður mann satt mikið. Já, herru, hérna ert þú tilbúin fyrir, AdSense á tilbúin fyrir þig líka. Process placement er smá ofan og þetta er pínu ofni. Já. Spurning hvort að SLS ætti ekki bara að dundra í þetta orb til þess að geta ulta, sko. Og, ef hann er í rándinu þá fær hann samt gott. Já, reyndarinn, ég er bara að pæla hvort hann hafi viljað ulti þessu rándi. Það er samt 2 á 5 og svolítið erfitt, þannig kemur Peter bara fljúandi. Já, ekki mikið sem ég gæti þessu, þetta var bara val. Já, þið voru líka mjög low og hann kemur bara satsil bústandi þarna, sko. Þeir hafa ekki vita að þið voru svona nokkuð low. En Birnir ennþá með 9 deaths, þetta er þetta bait eða alvöru player. Herru, þarna sáu þið pro play hjá Peter þar sem hann satsil bústaði sér hraðar í áttina Bæfess berriðnum. Já. Kannski eitthvað óþekkt play sem við þekkjum ekki, við náttúrulega þú veist, hann er kannski betur en við leiknum, skilur við. Hann er betur en þið í leiknum, við séu þetta ekki, 26-14, scoreboard segir allt, sko. Ok, þetta var óþarri. Þetta var pilla, sko, já. Hann var ekki reyndar maður mótsins eða eitthvað, hann að... Það var spoiler alert, það er ekki orðið official. Herru, þarna komið þið með killjoy-ulti, ég er að fíla þetta. Þetta er geggjað veggur, pæliði hvað þessi veggur bjargaði ykkur mikið frá Vinity Grease. Og síðan reyndar hérna Ibsen með bara Já, góðan við haus. tölum ekki nóg mikið hann sko, hann átti svaglan leik. Já, hann átti rosalega leik. Síðan þarna, þú fórnaðir basically, þú veist, ok, þarna var ég kannski aðeins að tala fyrirfram en samt eiginlega ekki út af því að þú varst að fara einnin í boathouse þegar voru 4 close, skilur þú veist, það var bara... Ég sacrifice hann með sjálfum fyrir Úff, hvað SLS var heppinn að vera ekki flassaðar hérna. En Edison og Alli, 2 eftir, náu bara, þeir eru bara 4 og gunniða niður, ok. Alli er aldrei að fara að ná þessu, 1 á móti 4 með vappa. Og já, þið spilið þetta vel, þú veist. Þið séu að ég er hann aftastur að beita liðið með. Já. Þetta er þetta, ok, þetta er short í hann bara. Herru, ok. Það var gaman. Megum við segja að það er náttúrulega við segja það þá. Það er eins og gott. Sko, eins og staðan er einmitt núna, þá getur ennþá hvað sem er gerst. Ef þið vinnir næsta leik, þá eru 3 lið jöfn í efstu deild. Og
hafa unni hvort annað á þann hátt að það þarf að taka bara einhvers konar hérna hvað kallast það? Tiebreaker, eitthvað. Tiebreaker dót eitthvað, já, hérna til þess að kljá út hver er sigur sko. En ég vil taka það fram að ég er hérna, við skoðum hérna Rottukong, 9 deaths. 9 deaths, single Töpum bara 9 digits. rounds. Já, ég dey bara þegar við töpum. Áhugavert statline, kannski að beita liðið með full mikið, en næsti leikur er í bæn, ekki satt? Já, eigum við að henda í statana núna eða? Já, ég var til Já, að lesa er það. ekki? Langar að heyra. Ég er reyndar ekki með það á pappírinn, ég skal lesa það upp fyrir ykkur. Ok. Heyrðu, já, joke, ég þarf að passa mig hérna. Með keybinds á streaminu. Nei, ég er bara að drita á milli slæta hérna meðan ég er að opna stíðin. Eins og ég segja, það er mikið production value í þessari útsendingu. Heyrðu, hérna statanir. Maður mótsins, Peter, average combat score 275. Úff. Það er ansi hátt. Þú veist, það er average combat score, sko. Já. Það Það, er MVP sko. Svakalegt að fólk getur sátt með það skor bara any day sko. Já, hann á, held ég alveg örugglega líka, já, mér sýnist það, hann er með hæsta, hérna, sem sagt single game skorið líka. Hann er með, í einum leik þá fekk hann 435 í combat score. það er svakalegt. Næstur og eftir honum í sem sagt single game combat score er Psycho með 429. Var það hann að Það hefur væntanlega verið Ok. þegar þeir stompuðu ykkur. Já. Í útsendingunni í hvað, annar eða þriði viku eða eitthvað. Leikur. Já, þeir hvað, 12-0 ykkur í fyrriháleik. Ég fæ Hann alltaf geti. nightmares þann leik. Kannast ekki við það. Hérna, já, en Psycho er samt ekki annar í average combat score, heldur er það annar úr kutum, Dökker. Ok. Já. 262, jú, hörkugóða Viper, líka eitthvað sófa, held ég kannski, ég veit ekki. 262 average combat score, Dökker, ekki langt á eftir Peter, menna bara 13 á eftir Peter. Setja hann á dólist maður. Já, það er ekki. Ég ætla að segja bara að fara niður línuna. Já, Peter í fyrsta seti, Dökker í öðru, Psycho í þriðja og Minute Degrees í fjórða. Þannig að hérna sjáum hann að af topp 4 þá eru það 2 í 8 og 2 í kutum. Sko, ég vil bara benda á það að við erum, sko, okkar liði drottningar eru, sko, við erum, sko, allir eru svo jafn góðir í liðun okkar. Þannig að við deilum svona number 1 spot, skiljið. Já, við erum svona meira team effort gæðar. Nákvæmlega. Það er ekki einn toppfrækir, það er allir. Já, stafnir segja annað sko. Já, ok. Já, þú veist, þið þjappið svona nokkuð þétt saman en Ace er því miður smá outlier. Hann er næst neðstur í deildinni. Hver er næstur? ætla að ávarpa hérna, spurningu í chatinu. Við erum að fara í bænd eftir smá. Við erum bara aðeins að taka fyrir statana og hérna síðan förum við í setja mappi og þar kemur í ljós hverjir, hvort að við séum með 3-way tie í efstu deild eða hvort að ótti sé að fara að taka móti. Það kemur eftir smá. Við erum aðeins að leika okkur með statana í mynd núna. Já, byggja smá suspense sko, annars var... Já. En við sjáum, ef við spólum bara niður í okkur, tökum hérna fyrir liðin sem eru að fara að mætast, þá er sem sagt Ótti, Peter, MVP, Minute Degrees, 4. sæti, síðan Agnar í 7. sæti. Vá, Go! til hamingju Agnar. Takk maður. Takk. En vitið hver er í 5. sæti?
Kaff SLS. Það er okkar Nei. maður SLS. Nei, hann er ekki, það er kaffi eða kísi, hann breytti sig hann Nick og var hann kísi og þannig að af topp 5 eru 3 í kutum. Þannig að ég er hann betri en Steppi, ég vil bara benda það út. Þú spila líka meira duelist heldur en hann kannski Það ætti ekki að benda það út. calling you out sko. Agnar í 7. sæti, Edison í 7. og síðan kemur SLS í 8. sæti. Ég held samt að einn af bestu leikunum mínum var á Viper, sko. Já, í Breeze á móti Lind. Spilaði villum kýpans og allt, sko. Það var eitthvað leikur, sko. Það var leikur. Já, en SLS er með 217 í combat score og þú ert með byrju, er það ekki? Nei, hann er með 227 og þú ert með 239, þannig að það munar 12 á ykkur. Maður fær náttúrulega svolítið minna combat score fyrir að klötsa round, er það ekki? Ég held að maður fá aðeins meira fyrir hversu, þú veist, ef þú drepur fyrsta gæjan í roundinu þá færðu meira allavega. Ég held að þetta sé damage Þetta round. er eitthvað held ég blanda af damage, healing og first blood eða eitthvað. Ég fullir ekki neitt sko. Já, ég held að damage er meiri parturinn. Ég held að skorið snúið svolítið mikið hver nær first blood og síðan fer að niður línuna sko. En já, þetta er eitthvað sem við ættum klálega að vera með á hreinu, en já, svona er staðan. Ég er eiginlega ekki að spyrja hvar ég er í þessu, mér langar ekki að vita. Þú vilt ekki vita, ok. Já, kannski á stream. Já, ef við erum búinir að taka Kuta og ykkur og Óta, spólum í Lind að sjálfsögðu töpuðu sínum 3 viðureignum 0-6, skulum samt halda til haga að þeir voru mjög competitive í mörgum af þeim borðum og alveg klárlega geta farið either way sko. Þannig að ég ætla ekki að láta það hljóma eins og þeir hafa verið bara eitthvað drullið upp á baki í þessari deild, þeir voru alls ekki sko. Benino, efstur þar að blæði 10. í deildinni, 206 í average combat score. Og eftir honum Brelli í 13. sæti. Reyndar sko, einmitt, Brelli fannst mér klötsa svolítið mikið. Já. Hann var held í Viper main líka. Frekar heldur en að hafi verið eitthvað flakk á milli, ég held að hann hafi bara verið á Viper basically. Ég man allavega svona toppa með head eftir bara einhverju 2 klikkuðum klöts sko. En já, ok, og kalla það gott í stöttunum samt eða? Já, Ég er sáttur. þetta. Kýla í senasta leikin, drottningar gegn Óta í Bind og eins og fyrir þá sem voru að mæta þá taka enn einu sinni fram, þetta er úrslitaleikur efri deildar. Ef drottningar vinna þá er það 3-way tie, en ef Óti vinnur þá eru þeir búinir að vinna deildina. Þá keyrum við bara í þetta. Saman að instalock hjá Agnari, Já, sem meikar sens náttúrulega líka- í skrimum sko, en Líka hjá Elvar, sko. Þú veist, ég bendum á það. Ekki bara benda á fingurum í, sko. en þeir eru aftur að horfa sjálf ykkur miklu frekar heldur en Óta sem instalokku aftur 5 duelist. það mun vera nægur tími til að einbytta okkur á þeim. Við erum að sjá 5 duelist frá þeim og það kom okkur kannski svolítið opna skjöldu að sjá það. Og við sjáum frekar typical line-up hjá okkur. Ég á Killjoy, góður bait karakter, get beita turretið mitt líka. Ibsen á Viper, það er skemmtilegt. Og þarna sjáum við SLS og Sova, þú veist, eins og ég held ég hafi séð SLS bara ofta Sova einmitt í Ascent, þannig að sem er ástæðan fyrir að koma óvart að hann fór í reyna á því mappi. En núna sjáum við náttúrulega líka að Ace tók reisinn, þannig að þú veist, ef þið eru að spila þetta klassiska double duelist dæmi sko, þá er eiginlega búið að occupya það spot, þannig séð sko. Einmitt. En já, bændið og Ótti byrjar í vörn. En það er einmitt sko, þú veist, núna höfum við kastað nokkra leiki þar sem að, þú veist, mannstögnar þegar við fylgdumst með
fylgdust með lögsum og þeir eru með triple duelist og þá vorum við svolítið að impra á þessu dæmi með að þú veist, að með triple duelist þá ætti þeir að vera sterkari í sókn, sko, eða væri að counta svolítið á sóknarleikin, sko. Já, nákvæmlega. Núna eru ótti með 5 duelists og byrja í vörn og þú veist, geta þeir ekki bara snúið blaðinu við og bara að takka ykkur, þú veist, það er ekki bara svona svolítið hætta. Mér skrýtur að hafa valið defense. Fengu þeir ekki pickið það? Ég held það, jú, ég held að öll lið á mótinu hingað til hafi valið defense, ég hef ekki heyrt eitt einasta lið sem valdi það að byrja á attack. Ég held að það hjálpar að byrja defense fyrir eitthvað mentorlið, sko, því að það er léttara hliðin, myndi ég segja. En þá er svo slæmt að tapinni, þannig að þú veist, goes both ways, sko. Já, en það er léttara að vinna, þannig að ef þú vinnur mörg rounds, Við sjáum þetta, vá, að halda þessu flank, þetta er rosalegt. Hann er, þetta er svakalegt, sko. Herri, nóg það, ég skil ekki af hverju þið eruð á leiðin í húka. Ég skil það ekki heldur. Ég fíla ekki að stakka húka og þetta var svolítið YOLO-jump hana hjá SLS, það er nóg tími eftir, það er 40 sekundur á klukkunni og hann YOLO-jumpa bara eitthvað. Þú veist. Hann Birnir, tilbúinn alltaf að fara að hitta þetta því hann bara býður og býður aftur andið, sko, hann er alltaf ready. Þarna aðeins og fljótir að pusha undan vegnum, Og sko. Foster Def pakka mér saman. Já, fyrir létt með, og þú veist, og hann Edison, þú veist, Já, þú veist, hann þeir bara éti ykkur í þessum duel, sko. Já, Þeir eru betur en við í aim, sko. Það er bara þannig, þessi gæðar eru ótrúlega góður að miða, sko. Já, en já, þetta húkaplay, sko, ég vil frekar sjá, þú veist, það þarf einhver fyrir húka, skilur við, en ég vil sjá fleiri í áttina að long til þess að setja típja, þú veist, það er bara, það er mín persónulega skoðun, það er náttúrulega, ef maður venur sig kannski of mikið á það, þá er kannski of auðvelt fyrir hitlið að countera það reyndar, þannig að þú veist, ég skal alveg viðurkenna að það er ekkert endilega fullkomin skoðun, en það er samt mín skoðun. það er bara general regla í Valorant að taka sæt frá nokkrum angles, sko. Það er bara skynsalegt, sko. Þessin hérna meika kannski sens að þið farið í húka eða eitthvað sem er meira close, út af því að þeir eru væntanlega með Marshalls eða Spectres eða eitthvað og þeir eru bara með pistols, þannig að þú veist, meikar alveg smá sens. Þorsteinn TP er hérna inn á og þeir eru orðnir 3 að mæta ykkur og það er eins og Alli gerir ekki ráð fyrir neinum á longinu. Spurning hvort að þú hefði þurft að hlaupa aðeins fyrr, Birnir. Af hverju þetta sína þetta? Allt þetta action í gangi, síðan gæðan allir vlog. Það er of erfitt, ég var að búast við sikklörk, sko, en síðan er líka bara stundum er of erfitt að reyna að skipta á millir allra sem eru að hlaupa sæti, sko. Því ég sjáðu líka, það er ástæðan fyrir að ég spectate oft defenders meira heldur en attackers. Ég reyndar að reyna að venja mig af því, en það er einhvern veginn auðveldar að fylgjast með defenders út af því að þeir eru að taka á mótöllum, sko. Já. En heyrðu, gunroundi ykkar og þeir eru bara 4 specters og 1 ghost. Þetta er vel lesið hjá þeim, sko, þetta var... Já, þeir virðast vera að lesa ykkur hérna, það er engin showers og þeir eru bara að fara að pusha hérna, flassa, keira hérna út, engin að taka á móti þeim basically, Edison, nær, Ibsen og þeir eru bara konum með bombu, sko, og kannski gun. Úff, hann sér þið þarna rétt svo yfir smókin. Já, og já, hann er konum. Drepina sem að ég sé ekki henni óvinni minn, sko. Og hann að Ace óöppin að fara í, eða svo sett, já, leiðilegt að hann fór í Edison sem var að hlaupa í burtu frekar heldur en myndigri sem var að halda. Og sér, núna ert þú komin þangað, Birnir, og þú hefur bara, ert ekki með bombun, ert ekki með neitt, sko. Síðan, mér er aðeins of hátt. Já, það er að laga þetta crosser placement aðeins. Það er svona Birnir play að fara inn í showers eftir að introduce shot. Hei, þegar þetta virkar þetta. Þegar þetta virkar ekki að lítið þessu hálfviti, sko. Byrju, núna er búið að segja það 2 leikmenn í liðin ykkar, þig og SLS. Þú veist, að bara ef hann gerir eitthvað og það virkar, þá er það geggja, ef hann gerir eitthvað og það virkar ekki, þá er það ömulegt. Þú veist, getið verið að counta á svoleiðis spilamennsku, þú veist, er þetta ekki eitthvað sem þið þurfa að venja ykkur af? Þeirra signature move. Bara... Ég veit ekki.
Núna eru þeir bara með byssunar ykkar og þeir eru bara eitthvað að jóla og hlaupa þarna upp sko, þú veist. Núna förum við allir aftur á... Úff, hvað hann flassar ykkur maður, ertu ekki að jóka? Við sjáum að ég er þarna einhvers staðar. Herru, Ace með geggjaða greinu. Ó, hann er vulnerable! Þeir eru vantarlega á shortinu. Já, en Peter er strákar, Peter var vulnerable og þeir voru tveir að taka á mótunum, við náðum hann ekki, þetta er... Hvenær megum við byrja að afsaka okkur? Þið er bara helst aldrei, þið eru Björn og Ragnar, þið eru hlutleysir aðalegina. Já, ég er búinn að fatta það, ég get það ekki. Það er bara ekki hægt. Já, ég er hlutlaus og ég vil tala hvað frábærlega Birnir er að standa sig. Mér langar bara að tala hversu nýkomin ég var úr vinnunni og... Já, það er enda mjög satt sko. Já, ok. Nei, ekkert svona strákar, það er bara, þú veist, ég er búinn að venja mig á það hinga til að hika ekki við að gaggrina lið í þessu móti sem er að standa sig illa og reyna samt að benda á góða púnta, skilur við, þú veist, þannig að við erum bara sanngjarnir, skilur við. En sko, með svona leiki, þegar það er erfitt að benda á góða púnta, þá... En þarna eru þið að standa ykkur geggja vel, þarna eru við geggja push, þú veist, nema bara hérna, hleypur blind í gegn, Ibsen, þú veist. Ég myndi ekki að segja aldrei átt að ná tveimur á ykkur, þið erum með geggja push inn á short, skilur við, þú veist, og þetta gengur ennþá vel hjá ykkur. Núna... Það er að rísa fyrir greinu hana. Hvaðan körluðu við TP-ið? Þetta var mitt ból. Þetta er geggja TP. Nefnum bara... Veitu, já. Shit, það er svo mikið að mér, sko. Spurning hvort þið hefðu átt að TP-a aftur, sko. Nei, veitu þarna... Nei, ég held að við varum ekki hættu við Jóru úr TP-ið, sko. Já, ok, þarna er spurning hvort að Ace hefði átt að vera svona graður, þú veist... Hann í rauninni spilaði stöðu þar sem var ekki hægt að treyta honum. Úff, þetta timing, sáu þið þetta? Já, ég held samt að Peter sá hann. Geggjað, kill, ok, snilt. Þetta var bara ógeðslega vel gert hjá okkur. Við erum komnir á blaða, já. Hérna, geggja push short, gott call að TP-a, þú veist, tökum það ekkert af ykkur. En Minidigris hefði aldrei átt að ná tveimur þarna. Það er bara virkilega vel gert hjá honum, sko. Já, það er, þú veist, já, maður var svo sem ekki bara að gaggrina ykkur, líka að benda á að þetta var vel gert í Minidigris. Það er alltaf góð þessu leik. Já, en allavega, þið komnir á blað, allir full guns, báðanlegum, sniðugur, hérna, hjá ykkur, að loka, já. Hann er byrjað, já, hann gerir þetta mikið. Ok, og þarna eru konum með bottan og, hérna, en séu, þeir spila greinlega Jóru-rót þetta, þú veist, þannig að þeir eru aftur orðin 3 á B. Og þeir eru aftur 3 í húka, þú veist, það er svona... Questionable hjá Alli að vera þarna þegar hann er taggar, þar sem hann getur wallbangað hann, en... Sjáuð damage samt, sko, þetta er gegnum henni. Úff, og Þorsteinn F er bara þarna og pakkar ykkur saman. Og sjáðu, Peter, hann tók örina í gegnum boxi, skilur, þú veist, hversu ógeðslega góður í þessu leik þarf maður að vera til þess að fatta bara að gera eitthvað svoleiðis, sko. Þú veist, til þess að hún pingi Þorsteinn, skilur, hann viss alveg að hann var safe að inni, en hann skaut hana til þess að hún myndi ekki pinga Þorsteinn, þú veist. Mjög aware gæðar, sko. Já, þeir eru ógeðslega góður. Ibsen enda með gott pick á Peter. Úff, þetta var gott spray hjá Þorsteinn F, sko. Hann er búinn að ná, hvað, 3 á ykkur í þessu rondi. Síðan fær hann allt infóð hérna. SLS með 8 handbíðin. Það er þetta. En þú veist, en síðan, Minidigris er ekki einu sinni búin að rotata, sko. Þannig að, þú veist, þeir eru að spilda mjög safe, sko. Það er smá respekt, það er... Þú veist, þið gerir bara ráð fyrir hann sem búin að rotata, skilur við, þú veist, en þeir eru að gera sjúklega vel, sko, Ótti, í þessu leik, sko. Vel gert við Ace að halda þessari byssu hana. Þeir eru samt ekki að pussa hann, sko, þú veist, og reyna að hönda hann, þannig að einmitt það er einhver virðing í gangi, sko. En þeir eru nú ekki hára blaði, þannig að það verður að segjast, eða svo sem stutt liðin í leikinn. Við erum með 5 ult hérna, hvað gerum við með þau? Góða punktur, verður áhugavert að sjá hvað gerum við þau. Og þið eru forspæ, þannig að Minidigris er vappi en þið eru ekki að fara í þá átt.
Þið eru svolítið húkahefi í þessu leik, finnst mér sko. Get out of my way. Við erum eiginlega bara alveg ráðalausir sko. Þetta er ekki mappið okkar, myndi ég segja. Svolítið þrota bara. Ég verð að taka undir það, ég held að ég hafi ekki verið að sjá ykkur standa ykkur eitthvað brálaðislega vel í Ace nær ekki á dodge þetta og Peter nær ykkur þegar þið pussið inn í húka í leiðinni. Edison keyrir bara þarna út, vel tekið á mótorum samt, Birnir, mjög vel tekið á mótorum. Alltaf lifandi. Og þú tekur vel á móti Alli en þetta var geggja jiggle pick agnar reyndar. En núna vitið þið ættu að vita að þeir eru þrýr þarna. Þeir rótita, Minidegree dassar og allt sko. Til þess að vera hraðar í rótiti út af þeir vita alveg að þið eru að bakka. Mjög vel gert hjá 8, þeir eru super aware sko. Virkilega vel gert við Agnar að smóka hefðan hana. Player standing. Í miðju hoppi. Hann er bara með eitt af bestu aimum sem við náttum að síða sko. Þú ert ekkert að fara að taka, það þarf ekki bara að spara sko. Ég klatsa þetta, það ekki? Það flikka mig bara. Sér þetta? Það var allt góð. Þú varst one shot, ég skil ekki að hafa ekki haldið business sko. Nei, það var svolítið brain off hana sko. Allur leikur svo far er búin að vera brain off. Slöpinu. Ok, reynum að færa ykkur aftur í neutral gearin hérna. Þú veist, já, Óttar standa sig mjög vel. Ykkur, þú veist, þeir eru ætla að taka eitthvað ekki húka núna, ég er að fíla, breyta þessu stefnu. Og, jafnvel að fara showers, þið eru í þeim leikjum sem þið hafið spilabænd, þá hafið stundum tekið, þú veist, þetta showers, bara ætla að ná planti og reyna að spila á plantinu. SLS nær pikki á Minidegrees, vel gert. Alltaf með þetta Eco Sova sko, það er hann sem að Þarna, Þorsteinn F, TOP, ok, greinaðar út. Ok, núna ættu þið alveg að vera með þetta. Nema, sem sagt, og þarna allir revílari, þið náðu ekki að capitalize á það. Og Ace, þú veist, mjög mörg ultimate sko. Já. Sova og 2 Viper. Já, þeir taka SLS í gegnum smókin. One enemy Og remaining. Hver er lifandi hérna? sko, Ný komin inn á sætið. Og sjötti maður hann tekur einn, en þetta gengur ekki. Og ég verð líka eitt með Þorsteinn F og Jóru. Þið sjáuð að hann setur fótsporin inn í TP-ið og fer síðan á eftir þeim. Það er, þú veist, það eru 2 level þarna. Þú veist, að halda að þetta sé þá fótsporin sem eru á TP-a, en síðan er hann inn í TP-inu. Þannig að það er rosalega erfitt að spila móti þessu, því að maður veit aldrei hvort hann sé inn í TP-inu eða ekki. já, ok, það er bara að gegja play á þeim. En það sem ég ætlaði að gaggrina í þessu rondi, þú veist, út af því að ég hef verið greinilega mjög duglegur að gaggrina, er að ég skil ekki alveg af hverju Ace fór upp í heaven, þú veist, þið hefðu bara átt að spila inn í Viper-ultinu, þú veist. Satt. Ég held að við vissum ekki að við ættum að Viper. Já, vantar communication þarna. Já. Úff, þið fara illa með ykkur, þið farið aftur í húka playið og það er bara, virkar ekki. Já, þið eru voða duglegir að lifa af. Já, nú beita ég Agnar Já, ekki. jú, en Agnar hafði kannski að vera komin í trade, eða þú veist, í gunfighti til að þið séu 2v1 hann, sko. Þið gefu honum í rauninni bara 2 1v1s, hann reyndar Agnar vinnur það núna, en þú veist, sen eru þið bara sörkulæðir. Ég var eitthvað óeppin hana, verði ekki hana. Lama Hydra, ég er actually búinn að senda skilabóður 1.8 og bjóða honum að koma að kasta með okkur, en hann komst ekki. Já, við viljum taka fram að þetta er last resort að hafa okkur að kommenta Já, þetta. það er, þú veist, þetta er kannski ekki idealt, ég gæti kannski solokasta þetta, en honestly, þá finnst mér þetta skemmtilega svona. Þannig að En þetta lítur ekki vel út fyrir drottningar Nei, þið fara aftur í húka, þú veist, hvað þrúska er þetta í ykkur? bara alltaf rót. En hvort að gangi upp núna í 7. skipti? Þið eru að fara nógu rætt til þess að þið eru að reka Peter í burtu, skilur við. Reyndar það hjálpar ykkur allir bara eitthvað komin hana niður á longi, þannig að þú veist, hann gæti ekki hjálpa Peter, en úff, SLS var nú eiginlega bara baku veggin hann, sko. Þú veist, Þorsteinn F gerir þetta bara, hann bara kemur út úr Jóru, þú veist, ultinu bara einhvers staðar á miðju plani, sko. Agnar með Jetsin að nefn. En þeir reyns ykkur samt.
Þarna samt náðu loksins að keyra nógu hratt til þess að þú veist, Pítur var bara eitthvað bakkandi og gat eiginlega ekki gert neitt sko, þú veist, þannig að það var vel gert hjá okkur, en síðan bara koma þeir og bara með geggja retake, þannig að skulum ekki vera já, skulum bara segja það eins og það er, þeir ónið ykkur í þessu retake sko. Þetta var reyndar ígóðrand hjá okkur sko. Reyndar ágætis íkonu ef maður pælir í því, ná 2 á planti. Núna ætla ég að taka fókusin hana, þið ætla að fara short og það er bara Þorsteinn eftir að taka á móti ykkur, ef hann TP ekki, gæti verið þessi enginn að taka á móti ykkur. En Bjarki, ef að þú værir núna coachin okkar, hvað myndið þú kála? Ég myndi kála Anna Bummer og Shower sko, nú bara að gera það vel í headsketi. You should run. Blocking sight. En þetta er reyndar ágætisplay hjá okkur, nema aftur, þú veist, aftur þetta með sko Ibsen að krossa vegginn einhvern veginn, þannig að Down A. Hann brýtur ekki út. Það er að sorry, tala. Já. Já, Hjúkitaði sýndu þetta ekki maður. Svo whip aldarlega með Þorsteinn. sem kemur þetta sem bara inn í bak sko. Já. Já, þetta er í annað eða þriðja skipti sem í þessu leik sem við sjáum, þú veist, held að sé bara búin að vera actual Ibsen í hvert einn skipti með sitt eigin vegg, að krossa einhvern veginn í gegnum hann svona, þú veist, out into the blind, eða skilur þú veist, eða svona gefa tækifæri á að drepa sig í gegnum vegginn í staðinn fyrir að nota vegginn fyrir cover. Já, En já. ég held að okkar mentor var pínu eðalagt by this point sko, við vorum pínu GG next. Já. En þú veist, það er svolítið erfitt þegar þetta var geggja, Já, þetta þetta sko, var þetta já. geggja. Og SLS-n er alli, en er síðan treytað nút, að þú veist, Mínúti grísa með Agnar í Það sé vasanum. pínu vel satt. Pítur er komað hlaupandi múlti. Sjá það fyrir til crouchandi short, veitandi allir þess. Spike down A. En þú veist, þetta er búið fyrir eis. Já, en það er svolítið erfitt að vera GG go next þegar óttið það bara að vinna 1 leik til að vinna deildina, skilur þú veist. Já, við vorum pínu þannig, við vorum ég held að við vissum ekki það. Áður en við byrjuðum að spila. Nei, ég var líka komin online sko. Switching sides. Já, ég held að við vissum það ekki sko, þetta er ekki að við vorum spilandi sko. Anyway, þú veist, ótti bara að basically pakka ykkur saman. Þetta er allt annað heldur en, þú veist, við vorum að horfa á Ascent leikinn, þar sem að þiðnuð nokkuð jafnt. Og þetta er bara allt annað sem er í gangi hérna sko. Það er ekki drottningarna sem við þekkjum. Eða reyndar. Þeir eru aftur að fara að húka. Nei, við erum á defensa núna. Já, þeir eru að defensa, já, ég ætlaði líka að segja það sko. En ok, þeir eru að fara að kenna ykkur hvernig á að taka húka, hérna, greinilega. Ég veit ekki alveg, ég píkaði bara allir sko. Ég held að vera gott fyrir okkur að horfa á þetta. Hvernig á að gera þetta? Hann er hoppandi eitthvað, þú veist, hvað er þetta? Já. Það lukkar þessu matchpoint. Pítur greina sjálf, ok, þetta var hilarious sko. Spike Þetta planted. er maður mótsins. Þetta er maður mótsins. Það er einhver að klippa þetta sko. Þeir ætla bara að keyra í ykkur. Þeir nenni ekki að bíða eftir ykkur. Ibsen innan með degluna, Player píkaði standing. fullkomlega minni greis. Þetta var bara, þetta getur maður bara húka difference sko. Húka diff. Já, lukkaði svolítið þannig sko. Matchpoint. Senast strákar. Þetta var, þú veist, megum ég Og segja. núna kæra áhorfendur, núna fáið þið að sjá eitt rosalegasta comeback í sögu Rafíþrótta. Já, þess að Agnar ætlaði að spyrja hvort það væri ekki lægi að revíla það. Jú, það er, skulum halda spennu í lofti með því að segja að þetta var sjúklega jafn leikur og þetta fer actually í overtime sko. Róum okkur að spóla. Hann er strap in. Já, sérðu, Agnar byrjar þetta sterkt. Þú mistur af skotin fyrir þetta að klikka sko. Já, ég meina þú veist, ég var bara alltaf upptekinn af þessum stingar. Þú veit, ég getur þessa greinum maður. Ég var blind, Þetta gera ég var staura. Úff, myndi grísanna með, herri, party judgeinn. Og þú ert með bombi. Herri, þú ert með bombi. Ég er með party judge og bombu, þetta er Herri, rosalegt. og síðan önnur pumpa hérna.
Þetta heyrðu, þú veist en þú veist, af hverju er Ace að pusha Hoka, skilur við, segðu hvað hann er að gera þetta. Hann er eitthvað að reyna Nefnt Ég ætla að reyna að tröfla það, ég tekur mig Ég held að þú getur náð, ef þú treður inn í horni. Nei, ok, núna, trottuðu bara inn í horni. Trottuðu inn í horni, Byrnir, og þá nærðu fleirum. Ibsen þarf bara að taka bak, Ibsen þarf að taka bak. Hérna. Og not like this. Not like this. Já, Attacker. Herru, ég var með puttan og crosslap bak og bak þegar ég sagði að þetta yrði færi overtime. Vonandi náðu við að megum við ekki segja að þetta var fyrsti leikurinn. Hinn var Jú, seinni leikurinn. skulum bara fara full disclosure í það. Við ákveðum að snúa þessu við til að halda spennu lifandi, en það er hægt að líta á þetta á, ef við horfum á þetta frá annarri hlið, þá þýðir þetta líka að þið unnuð seinni leikinn eftir að hafa verið unnið í fyrsta leiknum 13-1, þannig að það er ákveðið comeback í sjálfu sér. það sýnir strong mental sko. Og þetta ætti bara að vera leksía fyrir alla sem er að fylgjast með, bara aldrei gefast upp. Já, það væri gaman að vita núna hvernig seinni leikurinn milli Snerpa og Eðstaða fór. Já. Erum við með þær tölur hérna? Nei, ég er ekki með þær tölur. Er chatið með þær tölur? Er einhver í chatinu sem að getur upplýst okkur hvort að Snerpa vs. Eðstaðir séu búnir og hvernig það fór, seinni leikur? Ertu ekki með það á framslýst? Hit us up. Ég er bara búinn að loka Valorant. Bara opna hann, snöggust. Það er hægara sagt en gert. Þetta því að, eins og ég segi, ég er með stream keybinds, þannig að ég get Já, ekki gert það sko. Það eru fregnur úr chatinu að virðist þess að Snerpa hafi tekið þetta 2-0. Ok, þá Mitt prediction var on point. skrollum aftur í stígin. Sett já, ég er ekki með uppfæra stigatöfli, en þá er rauninni lokastig þannig að drottningar eru með 3 stig af 6 leikjum í efri deild, Guttar með 4 og Ótti með 5. Og þar með er það settlað, efri deildin, Ótti í 1. sæti, Guttar í 2. sæti, drottningar í 3. sæti, Lind í 4. sæti. Middildeild, Snerpa, 9 stig í 10 leikjum og Eðstafur 5 stig í 10 leikum og eru þar að leiðandi jafnir í 2. sæti, þess að það er 2. til 4. sæti er allt jafnt. Eðstafur, Fenrir, Laxar. Skaði og vættir og held ég að hafi beðið að fá frest fram á 23. til að spila og ég veit ekki alveg hver staðan er á neðri deild, en það fyrir vonandi að leysast úr því. Það verður bara uppfært á Discordinu þegar það kemur. Við erum bara honored að hafa tekið þátt í þessum móti. Þetta var mjög skemmtilegt, og gaman að hafa ykkur með. Ég var náttúrulega búinn að segja það í einni útsendingu að núna er þetta að byrja sem opna Valorant, orðið núna partur af Rísi, heitir núna almennu bikarinn í Valorant, verður partur af sömu keðju eða þannig og og almennu bikarinn í Overwatch. Þannig að það stefnir hratt í annað season. Það er ekki búið að ákveða hvernig formatið á því verður. Það verður bara postað inn á íslenska Valorant samfélagið, Facebook-grúpuna og Rísi Facebook síðuna. Þegar það allt saman er ákveðið, getur fylgst með því þar. Og það er ekki útilokað að Ótti fái bikar fyrir þetta. Ég veit að veittu bikar fyrir efsta liðið í almenna bikarnum í Overwatch. Það er ekki búið að ákveða neitt, en ég hef heyrt orðróma það að bikarinn hjá almenna bikarnum í Overwatch og þá hugsanlega þessi bikar líka verði til sýnis í Arena. Nýju svona heimastöðum þess að þetta allavega útsendingastað Rísi, sem er líka ykkar hafa örugglega heyrt það. Arena er svona í stuttumáli netkaffi sem er verið að opna í turnunum við Smáratorg, nema það er svona
væri jafnilegt að segja nýja Ground Zero. Mér finnst samt ekki alveg nógu góð lýsing, alveg rétt lýsing. Þetta er aðeins öðruvísi en snýð þátt, svo fólk viti hvað ég er að tala um. Þannig að það verður svo netcafé, það sem Rísi verður með útsendingar, útsendingarstúdíóið sitt og byggarnir verður að hugsa það allir sýnist þar, þannig að allir geta dáðst að þeim. Spennandi. Já, það er ágætis plagg á þann vegg. Já, ég vil líka bara vekja athygli á því að Bjarki er búinn að vinna hörðum höndum við að halda þetta mót og endilega bara gefa honum klapp á baki fyrir að halda utan um þetta frábæra mót hérna og mikið hrós skilið fyrir þetta. Takk hérlega fyrir það, ég er búinn að fá einhverja hjálp en ég skal viðurkenna að ég er heldur ekki búinn að vera neitt rosalega duglegur að biðja um hjálp, þannig að það er bara fínt að þú komst að þessum punkt út af því að ég ætla sem sagt að ég mun segja það, ég mun auglýsa núna í kjölfara þessu, núna þegar deildin er svona officially búinn og við erum svona rappis upp, þá mun ég auglýsa það að bara svona leyfa fólki að sækja að vera með í stjórn og sækja að kasta og sækja að vera í útsendingum til þess að næsta season verði aðeins dreifðar álag. Það hjálpar helling, þú veist, bara svona til þess að áttu ykkur á skópunu sem ég er að tala um, þá erum við að tala um að fara upp í kannski alltaf 20-30 manns, sem sagt koma ekki allir að stórum ákvörðunartökum en þú veist, en þetta væri svona æskileg stærð og starfsteimi í kringum deildina til þess að fólk þurfi kannski bara að kasta einu sinni á tímabili eða eitthvað, þú veist, og dreifist þetta svona miklu þægilega. Það er rosa erfitt að ætlast til þess að fólk sé að sé upptekið, þú veist, hverju kvöldi, hverju viku sko, í nokkra klukkutíma ætla að sjá útsendingar. Þannig að það er svona ídelt það sem er að fara inn í hvet alla sem er að horfa til þess að sækjum þegar það verður auglýst, bara þeim er fleiri sem sækjum þeim betra og það er ekki neitt skilyrði að þú mátt spila í deildinni þótt sett í mótstjórn. Það verður bara ég og kannski einhver einn eða tveir aðrir sem að sitjum svona efsta stig mótstjórnar sem munum ekki spila til þess að geta tekið þátt í svona stærri ákvörðunartökum en restin af mótstjórn má spila, hvetjum alla til að taka þátt, einmitt, viljum fá sem flesta. Það verður auglýst síðar. En já, það er þá held ég ekkert eftir ósagt. Bara þakka ykkur kærlega fyrir aðstofan í kvöld, gaman að hafa ykkur, takk fyrir að taka þátt í mótinu. Takk fyrir mig. Takk fyrir mig. Og þakka öllum sem eru búin að fylgjast með, öllum öðrum sem tóku þátt í mótinu, bara í rauninni þakka til allra, bara þú veist þetta móti aldrei átt sér stað án þeirra sem tóku þátt og þeirra sem að hjálpu með þetta og þeirra sem fylgdust með, þannig að bara takk litlar allra og bara verðum í bandi með framhaldi og og þá ætla ég bara að segja loka svona seinasta takk fyrir mig og sjáumst vonandi aftur sem fyrst.